FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína á þessum blauta föstudegi, allavega hér í höfuborginni, grenjandi rigning alla daga. Auðvitað Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti. Þegar þú segir blautin, þetta meina að þú verður bara að fá okkur a couple of beers, félagarnir? Nei, reyndar ætlaði nú að tengja líka við veðriða. Ég er með 2 blautustu menn sem ég kynst beintur fyrir fram á mig. Ég er ekki að grínast. Ég var að hugsa þetta daginn. Hvað með mushroom? Nei, jó, reyndar sveppir. Helvíti blautur, ég verð að gefa hana. Hann er helvíti blautur, sko. Ég var að geta jello skot í gær, sko. Ef ég hugsa það er allir blautir í kringum mig. Já, þú hefur slæm áhrif á fólk, það er 100%. Ég held að ég er svo Steindi vil meina það? Nei, Steindi er ástæðan fyrir ég er fullur allt. Og ég er ekki svona griðist, ég er búin að segja áður eitthvað hættilinn. Ef ég er einhverjum tökum, hvort sem að sjónvast áttir að bíum og eitthvað, og Steindi er ekki, þá er ekkert mál bara að fara svo klukkan 11. Ef ég er með Steindi einhverjum tökum, þá enda ég fullur. En ég get alltaf sagt ykkur það strákar, með hreinni saminsku, að ég fekk með jello skot í gær. Já, þetta er Er þetta orðið 5 fös laug hjá þér alla? Nei, þú ert alltaf performing á Twitch, eða ekki? Jú, þetta var fyrir rauðan að klaka. En ég fekk mér, ég sko náttúrulega Digital Curse kom bara bankað upp á heima í gær og hann var með eftir. Hvað er þessi jelloskotum? Þetta er eitthvað sem Elli. Nei, þetta er eitthvað sem ég bara keypti í húsasmiðinu held ég. Bara Elli frændi að brugga þetta á króknum. Já, þetta er áfengt. Já, alveg, ramm áfengt maður. Og hvað býr þetta til? Það svira í magan, sko. Mætti landakvæðs með þessi skoti? Já, ég hef engan áhuga þessu, sko. Mér finnst nógulega eftir að taka venjuleg skot. En ég ætla að byrja þér, fyrirlið þáttarins. Búin að vera fyrirlið í mörg ár, eða ekki nú? 5 ár held ég. Helvita langur tími. Og veistu hvað? Ég var að kaupa band á þig. Það var rosalegt. Nei ekki, var það ekki að Great Honor? Ég myndi að fyrirlega band á þig. FNÍ blöð band. Heldur þú, Steindi, þú mátt ekki skipta að þessu. Heldur þú að fara í taugarnar á Steindi eða þú sett fyrirlið þáttarins? Auðvitað. Það er alltaf taugarnar á, veist. Þú verið í fótbolta. Var ekki taugarnar að Siggi frændi var fyrirlið? Siggi frændi var ekki, Ingi var að stundum. Jú, það fór í taugarnar mér. Mér fannst ég eftir að vera fyrirlið. Já, ég er að segja, auðvitað fyrir taugarnar. Það fer í taugarnar á Steindi. Já, hann er líka bara waterboy, sko. En það fer ekki til taugarnar mér, það er bara hann. Já, þú myndir ekki við ekki. Og ég líka, sko, náttúrulega Egill er eini. Hann er fyrirlið. En Egill er eini í hópnum sem er búin að bóka sig erlendis. Þannig að ég hlakka til að taka bandið, ég er bara spenntur. Já, það var að gerast, Nei, slæma er, sko, ef þú skrópar í 3 fösta eru, það missur þú titilin. En að segja reitt, Steinþór, ég lofa þér, þú verður erlendis 27. til 12. Það er svona 27. des 12. jan, þá verður þú úti, heldur þú verður í Íslandi þá? Hvað er þú að gera í Íslandi þá? Það fara eitthvað, ég verð heima. Þið verði báður úti, þið veit þetta ekki að þá. Ég vil meina það, við séum allir úti þá. Já, ég meina post-covid, allir konum með ógeð, þú veist, þetta farið út. Hvað sagði Kári Stefán náttúrulega hérna hjá okkur daginn? Hvað sagði hann? Í haust? Já, sko. Já, en það séu að koma nýjar upplýsingar, þú veist, bara eins og núna bara kortir í síðan, Pfizer sem ég elska. Ég færi niður á Pfizer, ef það myndu gera niður á sér. Það er svona okkar upp á spólefni. Já, það er besta bólefnið, það er langt bestu gæðin í því. Það var 2 sprautur, eða ekki? Jú, en gæðin eru best, og þú myndu það að velja eitt bólefni, myndu velja Pfizer. Nei, þá ég valið Johnson & Johnson, hérna það ekki, af því að það er bara 1 sprauta. Ég hef hent bara Sputnik, persónulega. En sko, við getum ástæðan þannig drengir að Pfizer-fréttin er komin út og brefin eru græn í dag, sko. Líka, hann sendi á FM9 hérna tjatti í vikunni. Þórólfur aftur og King Þórólfur af því hann opnaði fyrir gimmi. Já, hann opnaði gimmi, sko. Þannig að hann þarf að fá smá sjátt á. Ég veist að Þórólfur er að hlusta. Já, hann hlusta vist alltaf. Hann er kongur. Það er bara hann. Ég hata hann fyrir svona, viku síðan. Hata er helviti stertur, sko. At the time. Þið voru illa við hann. Ég elska hann það, sko. En það, drengi, það er bullandi sókn í gangi þetta. Maður finnur það. Þetta er appelsín og lakkrísrör alla leið, sko. Bara búpa og ég er einhvern veginn að veðrast upp bara við allar þessar fréttir. Já, ég meina, þú veist þess að ok, COVID er að klárast, staðfest, við erum komni með bóluefnið, brefin, ég hef aldrei séð brefin svona græn. Þau eru það græna, ég fekk bara ofbyrst í augun við að kíkja á kjölduna. Það voru ekkert eðlilega góð. Og svo Jökulli Kali og eitt síst liðs bara að leiðrétta alla verðbólgu bara með gítarinn fyrir framann Eldfjalli bara. Við erum talandi um Jökulli Kali og hann verður gestur okkar hérna næsta föstudag. Við erum plata með Kali og hann ætlar að mæta hérna. Í chit-chat. Í smá chit-chat. Ég og Jökull fyrir way back. Við vorum hérna, þá var hann var náttúrulega bara að spila upp í Mosó bara helgi til helgi. Sko, Anna núna, Steindi, þú mátt ekki skipta ræðis fyrir ekki heldur að fara í taugarnar á Steindi Egill að Jökull í Kali og er hann langstæsti
Mósvellingurinn 100%. Já, það ekki Ég held ekki að vera töðunar. Ég held að vera töðunar. Hann handar það, sko. Það er málið Ég held að sé gott celebrity beef hann. Þegar mætir hérna fyrstöndu viku, ég held gott ef Steindi við sittum núna hérna, ég verð hérna á milli þeirra félagana. Þeir hljóta að vera eitthvað orðin alveg rögglaðir því að sko þið vita á undan þeim voru Sigurós sem eru mósvellingar. Ekki allir Og á undan þeim var Halldór Laxness Nobelsverðlaunahafi. Ertu bara eitthvað piece of shit í Mosó? Já, er ég piece of shit? Ég meina, ég get lofa því að Kaljó er ekki fyrstu listaböndin til þess að fara út allan heim, sko. Nei. Það er röða. En hvernig varst þú bæjarlista part hérna ársins hjá Mosó? Ég myndi freka að segja, sko, Auðun Blöndal er í vesenni, sko. Hann er eina sem, sko, þú kemur frá bara, það er einhver sem hefur meikað út frá króknum hana. Geirmundur Valtís, Eyjólfur Sverris, Sverri Bergmann. Býtu, Halldór Laxness, Geirmundur Valtís. Pókimenn og geta ekki mætt að rótug. Bara endalaust. Það taldi ykkur 20, Já, ég myndi nú seint kalla það rótug, en já, Þú ert vangað. Ég veit það ekki. Ég bara ekki að tala upp endalaust. Talandi vangaðir, það er rosalegu bóksbartað helgina. Þið eru búin að gera mig spenntan fyrir þessu. Ég held að ég hef ekki hugmyndu hverju þetta eru. Já, sko, hefur ekki hugmyndu um Ben Askren er. Núna ef þú treinskilir Steindi, ef maður er ekki UFC svona aðdándi, þá veit maður ekki hverju það er. Nei, ok, en 90% af þjóðinni veit náttúrulega hverju þetta er. Þetta er góðsögn. En ég veit ekki. Já, sko, menn sem fylgjast með mamma mín hlustar á það, hún veit hver Ben Askren er. Nei, mamma veit hver Geirmundur Valtís er. Hún er búin að fá sitt. Sko, ég vissi hver það var og ég myndi segja að ég var amateur, ég fíla UFC en ég er ekki rugglaður þessu Steindi, skilur ég veist hvað það var. En þessi Ben Askren UFC-kur er að fara að keppa okkur óþólandi YouTuber. Já, leiðilegasta YouTubera sem allir úlingar á Íslandi veit hver er, Jake Paul. Þannig að ef þú veist ekki hver Ben Askren er, þá veistu hver hinn er. Sko, ég held að veit ekki hversu leiðilegur þessi gæi er, sko. Ég búin að horfa miljón vídeo hérna á tjattinu, djöfull var hann leiðilegur. Ég er búin að horfa öll vídeo með honum út af því mér finnst það þá leiðilegur, sko. Ég er að horfa. Þú ert að taka hérna Howard Stern. Basically. Það eru fleiri sem hlusta sem hatan en veit þið hvað, strengir, þetta er eitthvað svolítið spennandi bardagi því að eins, Ben Askren er náttúrulega besti bara MMA bardamaður sem uppi hefur verið og wrestler, en hann er hræðilegur strækir, sko. Og þeir eru að fara að boxa bara. Já, ég get lofað ykkur að þið tveir eru mjög líklega miklu betri boxar heldur en hann. Þá er hann að fara að tapa fyrir þessu. Já, en sko, þetta er samt YouTuberi, YouTube-trúður versus gæi sem hefur farið í hringin á móti morðingum. Já. Langar þig að sjá þennan YouTube bara barinn. Já, ég svo hafði þig, sko. En ég er málega, nú er ég að vakta alla bettsíðu með þetta. Og þú veist, ég næ ekki alveg hvernig Askren getur verið underdog í öllum miðlum. Það eru margir úlíkar að betta á það. Eru meiri líkur þessi YouTuberi við? Já, ok. En málið er þetta gaurinn sem rótaði þarna Nate Robinson? Já, NBA-gæja. En málið er meitt með það að Nate Robinson, NBA-gæðin, hafði aldrei verið kildur á ævisinni. Eins og Jake Paul. Jake Paul hefur aldrei verið kildur. En flestir sem eru farið í ringin þeir að vita því að láta ykkur kýla sig þannig að þeir fá ekki sjokk í ringin. Þú veist að Nate Robinson er aðeins stærri en Muggsy Bogues. Þetta er basically eins og setja ráðast á krakka. Já, en málið það, Jake Paul hefur aldrei farið í alvöru barda við alvöru, bara killer og hann er aldrei þurft að fara í the deep waters og það er það sem að Ben Askren er að fara að gera. Hann er að fara að draga hann alveg í seinni lótu þar og ég myndi segja að það væri eiginlega guaranteed bet. Nei, ok, en hvernig getur það verið, þú veist 2.30 á Askren og 1.60 á The YouTuber? Af því að þessi YouTuber, ég get alveg sagt ykkur það, þessi YouTuber er öllu líkitur betri boxari, það er bara hann. En hann hefur aldrei verið í alveg fight. Ég horfði á hann bara það, þegar notaði Nate Robinson. Hann var með helviti þungan hægri krók það. Hann er með aðmálið, það er svolítið sprengi í þessum YouTuber. Hann er höggþingur en Askren. En málið, en ef að þetta fer í lótu 2 og 3 sko, þú með að trained fighter versus YouTube góð. Nei, þú er að gera því. Ég nefnir ekki að ræða þetta of mikið, þú veist ekki sem er engan á þessu. En ég myndi ykkur samt að það sé orðið stór barða, við séum að ræða þetta núna. Þetta er einhver YouTuberi að móti UFC-gur og þeir að fara að boxa. Það varð bara Tyson Holyfield helgin og allir spendi. En ég er ekki að djóka. Ég þurfa að venja þig á þetta, þetta þarf að gera svolítið mikið á næstum. Það er nefnilega málið, þetta er svolítið neikvæð þróun, en málið er eins og Egill kom inn á hana fyrir þátt. Gregor Floyd Mayweather. Já, en þessi barða hérna, þetta er einn af þeim stóru. Þetta eru 2 heimsfrægi menn og sikur áttin að fara að berjast og þetta. Ég get ekki sagt heimsfrægur Ben Askren. Ég meina Joe Rogan var að tala um þetta á podcast sínum daginn og þetta er allir að fylgjast með þessu. Askren er legend í MMA heiminum.
Besti wrestler í sögunni. Já, hinn YouTuber. Hvað í þætti dagsins þekkið ekki og sínust að nýjasti dagskrárliður FN95 blöð. Við erum í Ég fekk, það voru nokkur sem sendur bara Instagram síðast, við fórum ekki í spurningkeppni Gilsana síðast. Nei, ég bara, við á svo mikið að vera hjá okkur. Við bara Við hefum helling inni. Það var ekkert eðlilega mikið, það var traffík hjá okkur síðasta föstudag. Já, við hefum helling. En nú kemur ljós hver The King of Working Hard. Já, King of Working Hard. Það Stoney eða við náðum heldur ekki að fara í Fellow Kids eða að Suck Your Dick. Þetta rosa. Við erum með Suck Your Dick og Fellow Kids í dag. Erum við að fara í að Suck Your Dick í dag? Já, það að Suck Your Dick. Já, það er meira sem við erum að koma inn á þetta átt að vera í síðustu viku því að þú ert að reyna að fara inn í sundlaug sem lokuð út á COVID en það er til að opna allt. Ég drekka núna C4 500 ml energy drink. Ég held að það sé svona 6.000 mg koffein í honum. Ég að peppast alveg vel upp. Ertu ekki? Hvernig fyrir þig, Stendur? Já, ég alltaf komið með fjörfisk bara í bæði augun, þannig að þetta getur ekki verið gott. Ég fekk mér ekki svona. Svo er sturla staðreyndir sem að ég reyndi að náðu þeim inn síðast og Dóri DNA kíkir hérna í létta heimsókn hjá okkur. Wow, DNA man. Já, hann byrjaði með nýjan þátt á Stöð 2 sem heitir Skítamix. Ég horfði á þáttin í gær með MC Gauta, virkilega skemmtilegt. Já, DNA man alltaf. Þannig að hann kíkir og það er líka nokkra spurningar sem ég þarf að spyrja Dór út í. Þú ert búin að vera að tala það reglulega í þættunum að sé alltaf skítandi í sig og síðan er þátturinn að skýta mig. Skítandi í sig. Er það ekki ruglust? Slökum aðeins á. Já, þú veist, skýta mix og alltaf skýta í sig, segir Steinþór sko. Ok, ég ætla bara að segja þetta. Ég veit að Dóri er ekki að hlusta á hann á þátt sko. Dóri er alltaf einhvern veginn, hann er með 3 börn, hann er með mikkari og hann er með allt í gangi einhvern veginn. Þú ert ekki að fara að spurja hann á eftir hvort hann ég hef sagt þér að ykkur Ég verðum að velta steinum. Já, þú getur ekki verið að koma ég sagði hérna á mannin og svo bara ég ætla að segja eitthvað þetta áður en kemur. Ég sagði það Ég ætla líka að spurja hann Já, ég meina það verður þetta fínt að fá hann. Að prumpa blöytu er technically að skýta í sig sko. Já, sko, það var allavega, þú veist þetta eru stemningsprump sem fara Ég ætla bara að segja honum eftir að þú vilt meina að þú getur lamið hann og hann sé eftir skýtandi í sig. Þetta er vittlust. Svo er ég líka spenntur fyrir slúfurinn. Það er ekki oft sem ég er spenntur fyrir því þið verðið ánæður með pakkan í dag. Ég get eiginlega að lofa Er það ekki? En það er komið að fyrsta lagi dagsins. Ég var að hlusta á íslensku bylgjuna daginn og þetta lag kom á fóninn. Ég hugsa, ok, við byrjum FN95 blöð á þessu að fyrsta. Það er spurningar nöðsynlegt að skjóta það. Þessu er góð plata. Já, ég hugsa það svöndum. Þetta er rosalega plata. Já. Men þeirra hlusta ég á FN95 blöð og það er komið að slúðri, drengis. Já, og þetta er bara akkandi fest erlend slúður. Já, ég setti bara press á mig. Ég sagði þetta rétt fyrir Bubba að ég væri með mjög gott slúður í dag og þið verðið ánægð með það, sérstaklega þú Steindi. Já, takk fyrir það. Hvern byggðu þú alltaf í slúðurinu? Magalur Kölkin. Það er hárrétt og ég er nú heldur betur búin að heyra þessu slúðri. Já, það hlýtur að vera, fyrst að þú ert hans biggest fans. Hann er pabbi, kallinn. Jeps. Og he's a proud parent. Já, það er rosalegt. Já, hann og kærastan hans, ég veit, eru þið gift eða? Hún heitir alltaf Brenda eins og Shannon Doherty í Beverly Hills 90210. Voru þið Brenda eða Kelly menn? Ég var Kelly maður. Ég var hlifin að Brendan. Ég man það ekki. Ég man ekki hvora hvað eins og ég var mikill Brenda maður. Ég held að Steindi hafi ekkert hort á. Jó, ég horfði að Beverly Hills. Ég horfði að Beverly Hills og hérna Melrose Place. Því að sýsti mín er jafngamla því. Ég var alveg á kafi í þessu. Hvað finnst þið þá að horfa á þetta 11 ára? Helviti skrítið. Já. Manstu þú labbaði reiður og fullur hann að Ég var ekki fullur og ég var ekki reiður. Ég var ástofanginn og yfir alltaf krókin og bankaðir á ykkur gellu og alltaf er sleik. Að leita Brendu það. Var það ekki þetta Melrose Place það? Ég man eins og það gerst í gær. Nei, það var í Beverly Hills. Beverly Hills, já. Já, en Macaulay var í rigningun eða? Nei, það var ekki. Það var reiður og fullur sko. Ég var hvorki fullur nýja reiður. Og hvað varst það að leita? Það var Brenda og Macaulay eignuðust son og hann heitir Það er búið að skýra kaninn ekkert lengi að þessu. Nei. Skýra, eru þeir alltaf búin að nefna bara á þetta getur verið regla. Já, þeir eru búin að ákveða þetta bara svo leið og strákurinn kemur þá bara er komið nafn. Já, strákurinn, þetta er enda bara fínasta nafn í hann. Dakota Song Culkin. Já, það er rosalega að heita Song, já. Og við óskoðum til hamingju hérna. Ég er ekki Macaulay Culkin bara komin á ágæti stað. Dakota Song Culkin. Já, ég meina,
hvernig tölum við? 5 ára síðan, þá var hann á dælunni og bara svaf út okkur í bekk þá leitar hann lítur bara vel hann har líka huggulega konu og allt upp á 10 þetta bara, hann svo nýr fer hann ekki að fá hlutverk og svona, þetta gefði ultimate comeback hann vill ekki leika hann er búið að bjóða helling hann sótt í nýjustu Tarantino-myndinni reyndar sótt hlutverk þar negativ við það hversu svalt væri samt að sjá Macaulay Culkin í Tarantino-mynd það er ekki þreytt af að setja hættur að leika og síðan sækja hann að leika í mynd og fær nei sko. það er 90% leikunum fá nei til að leika í svona mynd sko. en kannski er líka bara hellingur að liða sem segir að það sé hægt að leika en er samt að leita einhverjum góðum hlutverkum hann er bara ekki að leika í Law and Order Special Victims Unit þættinum 700.000 eða eitthvað en þá rakinn af Home Alone hvernig samning allan hann gert þegar hann var hann að 7 ára örgulega bara leikara samning og fer aldrei neitt fyrir það já, það ekki þetta er góð punktur ætli Culkinni pening í dag hann er metin á 18M ég veit ekki hvernig hann 18M nema að það hefur verið gegnum Home Alone já, heldur að 8 ára strákur hafi lappað á kvikmyndasett og ég er að spá í hérna, ég ætla að díla þannig ég ætla að hafa prósentu í myndinni ég ætla að vona að einhver annar hefur að díla fyrir nei, ég er að segja, þú veist að það ástæðan fyrir hann leik líki í My Girl og fullt af stóru myndum þetta er bara búin að sapnast upp $18 million þetta er bara klink með mjög marga ég meina Björgúlur Tór á 2,5 B sko já, við skulum alltaf vera miða við Forbes 500 sko nei, við skulum alveg fá okkur ég held að hann hefur potið gert eitthvað hann lítur að fá eitthvað köttur að vera að sína myndina á einhverju steinu hvað fekk hann þessi 18M hann er bara fullur núna í 10 ár já, hann kér ekki fram hér og það hvað var áttu Toadface með þetta á? Ryan Maloney 17 áskall á þátt 14 áskall á þátt ég er flettað upp Tóri í nágrunum net worth það er meðan okkur $20 síðan mér $20 hann er búin að leika í Neighbors í 25 ár hann meikar ekki senst, þá hlýtur hann að vera að fá bara seðla í hvað var hann að fá? hann var að fá á þátt held ég einhvers staðar að bilinu 14-30 skall á þátt það meikar ekki senst hann var ráðinn alltaf til 25 ára það er öryggi, starfsöryggi næsta slúður það er fyrir þig Egil reyndar er það samt svona ég segi nú ekki sigur fyrir Steinda ég get ekki kallað það en Justin Bieber hann var í risa viðtali við GQ og opnaði sig vel í þessu viðtali og hann var að fara yfir hvað hann er búin að gera í The Pandemic og eitthvað en svo opnaði hann sig á því að hversu djúpt hann var komin í eiturlyfin á sínum tíma að akkurat sko þetta er eiginlega óþólandi sko hérna stendur, hún leið mjög illa og þótti lífið hérna vera bara hræðilegt á nóttunni komu öryggisverðin í herbygjans til að taka púlsinn og fullvissa sig að hann væri á lífi og þegar ég var að segja að hann væri fann að sprauta sig í hælinn þá var hlegið að mér þetta hann segist enda að vinna í ákveðnum vanda en sé á betri leið eina sem ég finnst skrítið við þetta ef ég var alveg hinskilinn að ég er nú að followa hann á Instagram hann er átt að fá sér bjór hann er ekki þurr og hvenær flaggaði ég þessu hvenær flaggaði ég því líka, bjórsvöllinu hann verðist nú vera, sérðu bara myndir á hann lítur mjög vel út kallinu sko, leið mér aðeins að því sko, við erum búin að ræða þetta svo ógislega oft sko, ég sagði þér ef þú ert búin að vera á kafi í þessu getur þú þá bara verið að fá þér áfengi? Nei, það er ekki hægt ég held nefnilega ekki það gengur ekki og því miður blöð þú veist, auðvitað erum við ekkert að halda upp á þetta sé staðan, þetta er leiðilegt þú virðist vera að halda upp á það nei, ég var að segja, ég er alltaf bara já, hann hafði rétt fyrir sér ennina ferðina ég fagnar samt svona ég var að segja, ég fagniði ekki ég eftir að ruggla þér, ég sagði þið, við fagniði ekki en ég er að segja, svona var staðan og það sem ég er búin að segja núna ég veit ekki hversu lengi að staðan er ennþá mjög slæm í dag og það mun komið ljós en hún er mjög slæm hann er aldrei verið betri hann er giftur, ástfanginn og svo segir hann í viðtal eftir nokkur ára að þetta hafi verið hræðilegu tími þá líður hann örgulega hræðilega ennþá í dag, nei ég er núna líður hann vest en hefur þetta ekki snúist við hjá hann eftir að fóra vera mikil Jay-Z hann hefur bara aldrei verið betri en drengir, ég er bara búin að segja ykkur þetta er náttúrulega dæmigerðu skrifin sem menn taka sem við erum að horfa upp á en herru, svo er eitt annað í svo líka drengir af því að ég er nú heldur naskur á þetta J-Lo og A-Rod eru náttúrulega þau eru búin að splita já, ég sagði þér það fyrir 5 vikur nei, það var ég sem sagði þér það já, þetta er ekki slúður lengur sko nei, en hann er samt máli það er óþóldið með Stenda ég er bara að kalla þetta það er bara, hann veit allt veist
Hann sér þetta allt veit allt, hvað, því að missa Justin Bieber væri að hann kallar þetta einhvern veginn allt saman ég þóli þegar ég sá hann á sviðinu hérna í kórnum þá gæti ég alveg sagt þið það að hann var í einhver öðru náfengi já, en viðst, þetta er svo dítilega kall ég kallaði að hann myndi koma með eigin heimildamöndum þetta, hann gerði það hvað heimildamönd var það? sem kom á YouTube, það sem hann var svona ég er búin að kalla þetta allt blöð Herru, þá er að segast að þú varst ekki búin að kalla þetta á þínum tíma en sko, nú er það komið í ljósa sem ég held að flestir hann að vita að atriðið með Janet Jackson og Justin Timberlake á Super Bowl var planað hann átti að rífa af brjóstunnaðunni var það planað, átti að taka þetta alla leið eins og þau sögðu í mörg ár þetta hefur verið mistök og nú er búningahönnurinn búin að stíga fram og segja að þetta voru ekki mistök þetta var sem Justin Timberlake vildi því að hann ætlaði að skyggja á kossin fræga millir Britney Spears, Madonna og Christina Aguilera hann vildi ganga skrefinu lengra heldur en þær gerðu hann ákvað hann þetta segast já, þetta var hans hugmynd og var allir bara til í að sænus allir í þetta bara já, mér skrítið eins og greið Janet þetta hafði engin áhrif á Justin en Janet Jackson hún fekk ekki spilun og útastöðum og eitthvað eftir þetta já, sem er nú reyndar mjög spes hvað, heyrðu, það sást í brjósti á hann hérna í Super Bowl við skulum ekki bóka hana já, þetta er bara kannin eins og hann er en mákona mín, Telma, hún var búin að eyðileggja Justin Timberlake fyrir mér fyrir 3 árum síðan ég var mesti JT maður sem hún finnur þú mútti fara niður á hann nei, ég hef ekkert farið niður á hann nei, og færi aldrei niður á hann þú mútti sækja stig nei, ég hef engan áhuga en hún var búin að segja að það er vist bara vitað í Bandaríkjunum innan svona stórs hóps að hann er an asshole og það er svoleiðis? Já, algjör eigin hagsmunaseggur ég grunaði alltaf já, þetta er samt mjög leiðilegt að því mér setur tókur sigur fyrir mjög steinþór og besta dæmið var víst fyrir einhverjum 1,5 ári síðan eitthvað þá var konan sinna Jessica Biel hún hefur aldrei verið tilnæmd til neittna vellaun eða neitt sem leikona, góð leikona svo fyrir hún á kostum hérna í þáttunum hvað heita það áttur hérna morði í byrjunum Murder at 1600 nei því Murder at 1600 Wesley Snipes ég var hóðast að þetta daginn já, og geggjaða þættir og hún er tilnæmd til veluna, Emmy veluna Sinner, já tilnæmd til veluna hérna fyrir þættina veist hvað Justin gerir, þetta er fyrsta sinni sem hún er tilnæmd til einhverja veluna hann droppar 9 lagi sama dag og vel lítið vísir þegar þau eru á leiðinni á Grammy velunin Emmy velunin þá er Golden Globe fyrir geðu og þá er Justin í bílnum með henni að láta hana syngja 9 lagi sitt sem kom út hennar dagist það er að gefa henni bara svolítið daginn og kvöldið Jesús þá náði Telma mér, ég bara hann er greinlega Justin Timberlake er an asshole en drengir, þú ætlar ekki að koma inn á samt eitt það er eitt rosalegu móli blöð sem þú ert að gleyma mér finnst þetta var drullu gott þetta var helviti gott slúður þú ert að gleyma að koma inn á að The Rock það var að koma niðurstöður að 46% bandarækjumanna vilja að The Rock verði forseti það er rosalegt 46%? Næstu helmingu bandar samkvæmt þessari könnun myndi kjósa The Rock og er hann spenntur fyrir það? Hann segist ekki verið það en ég er alveg á því að hann gæti alveg þetta er búin að við fylgjast með þessu í 3 ár þetta er búin orðurómur í mörg ár að hann vilja vera run for president væri hann þá auglýst til kíla og full og eitthvað já, hann kemur bara til dyrni svona klættur ég sá einhvern mann Tom Hanks hann var einhvern mann með 50% og Oprah Winfrey var einhvern mann með 62% Oprah geti alltaf árið fórsetið hún vildi en ég útlöka ekki að The Rock sé að fara að henda sig bara ekki verið að verða Trump hann er 48 ára þú veist, Dwayne The Rock Johnson og Joe Biden hann er engum illaði með The Rock, þetta eru margir leikarar með haters og með liðið sem elskar þig það er ekki margir sem hata The Rock nei, ég held þetta sem tómar en drengir, á Íslandi nú er Guðni bara, hann er búin að gefa ekkert út held ég hann ætla að taka 3. kjörtímabili haldið að vera einhver sem geti fara á móti Guðna eitthvað celebrity og unnið hann Simmi vil heldur að Simmi geti gert það Máni Simmi myndi pakka Guðna saman þessum orðum að living in a Georgia that's that shit I like that shit Peaches þeirra að hlusta á FM 95 og já það er var hann að syngja, hvað sagði hann var að syngja? Ég heyr ekki, var hann að tala um að hann fengi vítið sitt frá Kalifornía en hann er ekki á vít og drakka bjór that's that shit samt er hann edru heldur þetta spes þegar þú söngst jammi í kvöld varstu þá að jammi í 30 daga eða? Nei, geta menn ekki bara sungið eitthvað sem það var gaman að ég tek tarnir, en það var grínlag skilur, hann er ekki að gera
þú veist. Grínlag, Egill meina þetta eitt besta lag allar tíma. Já, þetta er náttúrulega mjög, þetta er þjóðsöngur Jamsins. Já, en það er komið að nýjasta lið FNÍ blöð sem heitir Þekki eða ekki. Hann er sko, ég öfunda svolítið Poop. No. Því að hann er ekki settur on the spot í þessu. Þetta er mjög krefjandi, ég stressast upp fyrir hann að liðs. Hefur þú hlusta á spurningakefnina eða? Jú, reyndar. Þetta er mögulega settur on the spot þar. Eins og það heyrið þá er Jón Jónsson og GTRN komin hérna undir eins og alltaf í Þekki eða ekki. Sturla lagir, ekki enkominlega. Og já, þetta eru 4 spurningar á mann og þið er en að sjá hversu vel þið þekki gott annað. Ég er að spæja að henda þér út fyrst, Egill. Byrja á stendunum, ég byrja á þér síðast. Það er ekki bara fínt að fara út og gangi ég veist þér. Já, takk fyrir það. Er þetta jafn óþægilegt og alltaf bara blöð? Bara sama Þú finnst eitthvað þetta óþægilegt? Ég finnst þetta búið að vera helviti eðlilega spurningar. Nei, sko, málega Viðbjöður, hvað meinar? Nei, já, þetta er viðbjöður. Hefur heilt spurningar það hinnar eiginlega? Já, þær eru öðru sér, þú veist, þetta eru alveg spurningar og þær eru erfiðar. Þú veist, það er erfitt að svara þessu. Ég segir alveg satt, þetta er ógeðslega erfitt. Ég reynda að glemta að senda eitthvað spurningar fyrirfram núna en ekki vera of lengi samt. Nei. Ok. Það er svona bátt senda þér sko, það hefur verið þægilegt. Ég glemti. Ok, fyrsta spurningsneti. Hvaða líkamspartu þinn fyrir mest í taugarnar þér? Sko Ég spurði uppáhald síðast, það voru axlirnar á þér? Já, ég er með góðar axlir. Það er bara þannig, ég er með sterkar og góðar axlir. Hvað ertu ósáttur með? Ég náttúrulega er með sko smá svona, ég er með COVID-kíló. Er það á ég að skrifa vömbunum? Nei, veistu það, hún fer ekki til taugarnar mér sko. Ég er alveg nokkuð bara, mér líður alveg vel sko. Með það, ég ætla að segja bakið á mér. Bakið? Já, þú ert reynda með brjósklós. Já, ég er með 2-falt brjósklós. Bakið, það er komið. Það er bakið á mér, já. Ef þú mætti jamma eitthvað með hvernig sem er í heiminum, með hverju myndir þú jamma? Þetta er spurning sem ég hef spurt ykkur hérna og þá ætla ég bara að sjá hvort þið sé að hlusta á hann. Já, þetta er Dave Chappelle hjá mér. Dave Chappelle, gott svar. Já, ég held að það væri geggjakvöld. Já. Þá er það næsta, hver er þinn helsti kostur? Minn helsti kostur? Það er að, ég er... Já, ég get kannski ekki sagt þælur. Ég ætla að segja þælur, ég er það nú ekki. Ekki svona... Nei, ég get staðfest að þetta ekki þælur. Ég er ég er til í allt. Til í allt, þú söngst nú það. Já, ég meina, þú veist... Já, ég skal gefa það, þú ert til í allt. Já, ég meina, þú veist, þú segir eitthvað um mig, heyrðu, ef þú kíkja þanga, já, ég er klár, ég er alltaf klár, sko. Ég er ekkert við sem. Til í allt. Þá er það síðasta spurningin. Hversu horni myndur þú segja að vera á skalanum 1-10? Og ég barast það. Komin er bara horni núna? Nei, bara svona... Yfir höfuð? Já, bara eðlisfæri. Að eðlisfæri? Já. Bara alltaf það. Þessu horni er í allt. Hvað er, þú veist, þú myndir taka bara... Já, allriðlega. Bara núna bara. Bara yfir allt. Já, yfir allt saman. Þú veist... Já, ég skil, heilsatala. Hversu nískur er þessi frá 0-10? Já. Hversu graður er þessi? Hversu graður er þú frá 0-10? Já, ég skil, bara svona heildatala sem færi þetta á. Það myndir þú setja þig? Ég nefnilega bara freka 7? Hvað? Myndir þú vilja fá 8 þarna? Nei, ég veit það ekki. Nei, hvað er bara svar? Heiðalega svar er bara 6 sko. Hvað er það að lækka? Já, þú veist, skilur, ég bara hvað meinar þú eiginlega með þessu? Ég er bara svona venjulegur. Venjulegur? Já. Bara frá 1-10? 6-5. 6-5? Já, bara loka svar. Stjöfull er þetta, ég ætla að fara fram. Er þetta síðan búið? Þetta var búið, já. Sendu við inn. 6-5, já. Ákveður byrjar að lækka þig? Ég bara... Já. Farðu bara fram, ég ætla að hlusta á Jón og GTRN þetta með hann. Kemur Egill labbandi þetta inn. Dæsir, hvað finnst ykkur þetta svona erfiður liður? Já, þetta er mjög krefjandi sko. Já, ok. Sko. Þá er það Egill í Þekki eða ekki? Já, Stendur að fara út. Já, ég skeita á mig, ég glemdi að senda ykkur spurningar. Ertu tilbúin? Nei. Nei, það byrjuðu samt. Ég spurði ykkur í síðustu viku hvað líkamsparti færi mest í taugarnar á ykkur. Nei, hvað er verið hrifnastir af. Nú spyrir hvaða líkamspartiðin fyrir mest í taugarnar þér. Mest taugarnar á mér. Já. Þannig að úr því ég svaru mig, ekki úr Steinþór. Það kemur inn á eftir og... Já, ég trú ekki þurfa að útskýra leikinn. Nei, ég var bara á komið hans í mig síðast. Já. Við fórum í ína leik sko. Já, síðast, við erum búin að varja 4 sinnum. Við erum alltaf búin að ríða. Já, ég fæ mig 2-3 fyrir þátt, ok.
Á þér, hvaða líkamspartur þinn fer mest í töðuna? Það er tvíhöðin. Ég er búin að vera í vesinu með hann frá því ég lifti mínu fyrsta lóði. Því að ég alltaf, sko, trísepin alltaf verið helviti góður. Sko, Steindi ætti þá að þú sagðir þetta nafnilega í síðustu viku. Ég ætla að muna það. Var líka komið í hann. Komið það síðan og maður ekki neitt, sko. Ef þú mætti jamma með hverjum sem er eitt kvöld, hverju myndir þú jamma með? Bara hverjum sem er í heiminum? Sko, það sem poppar við hausinn á mér er margir Íslendingar sem er skemmtilegir, veist, sem ég vil. Já, þú myndir ekki velja Íslending samt. Þessi ég hugsa íþróttamenn, veist, Erik Cantona er 100% fyndinn og skemmtilegur, Beckham, leikarar. Ég fari í hérna, ég ætla að fara í leikarana. Ég ætla með þetta með Kanye. Þú myndir að reyna við hann. Munið, mannstu í hérna Wolf of Wall Street, þeir sáttu saman félagarnir og báðum drikki every 5 minutes sem þannig að hann komið til press to fuck out. Það myndi henda mér heldur vel, sko. Það væri gott jam og þú myndir endast í korter. Það er næst síðasta, hver er þinn helsti kostur? Góðlega, er þetta með að tala kosti ykkar. Ok, Blöð, hver er þinn helsti kostur? Þetta er erfið spurning, ég bara svara hver er minn helsti kostur. Já, ég er að biðja það. Ég er að hugsa bara, nei, ég er bara að hugsa hvað kosti hef ég. Ég er en asshole, sko. Nei. Ok, þolimóður. Þolimóður? Ég myndi segja, það var líklega með þeim betri. Ok. Ég er svo duglegur. Þá er það síðasta. Hversu horny myndur þú segja að vera á skalanum 1-10? Sko í dag? Nei, bara dagstag, bara yfir að voða. Já, ég meni bara eins og í dag, veist, í dag. Ef þú ekki að spyrja, veist, eins og 25 ára gilsi þannig. Nei, ég er bara að spyrja núna í dag. Fertu gilsi frá 0 upp í 10. Og það er búið decline. Er það búið til, nú er það? Já, þú veist, það gerist með tíman. Já, ok. Það gerist næst niður, sko. Já, ok, það er bara gott að heyra. Er það ekki? Jú, segir mig það. Hvað heldur þú þetta í dag? 1-10 7. Það er ekki meira? Nei. Það eru, þá fáum við Steind inn. Þá er komið tími. Skýta glotta og Steinþóra. Komið tíma. Akkur kemur hann einn glotta. Já, hvernig fannst þið síðast? Já, mest um viðbjöður. Já, mest allt erfitt, sko. Já, þetta var ógíslegt í dag. Þetta var viðbjöður. Nei, þetta er óþægilegt. Mér finnst bara síðast óþægilegt fyrir ykkur. Já, þetta er erfitt, sko. En þá spyr ég þig, Steindi, hvaða líkamspartur fyrir mest í taugarnar og agli? Já, sko, eins og ég segi, ég er a big listener. Ég hlusta á það sem fer fram í þessu þætti. Okay. Þannig að ég ætla að segja að það séu upphandleggirnir á agli sem var í taugarnar. Við þurfum að fá nánara svar. Ég ætla nánara svar. Já, sko, þú veist, það er ekki, hann er mjög ánægð með trísepin. Og hann er full með bísepin. Það er rétt. Er aldrei komið í þig á föstutöðu? Manstu þetta? Þá spyr ég þig, hvaða líkamspartur á Steinda fyrir mest í taugarnar og honum? Hugsa? Já, ég er að hugsa þetta, sko. Þú veist, ég er að reyna. Hefur þið fengið stig í þessari keppni? Ég myndi halda kveðurinn færi taugarnar að þér. Nei, það var Ég get Hef ég eitthvað sem að vera að kvarta mikið yfir honum? Nei, ég er að hugsa upp átt. Ég haldi að vera í kveðurinn. Yfir hverju hef ég kemur það og ég er svona, yfir hverju hef ég kvarta mest? Kveðurinn það ekki? Bakinn á mér, ég með brjóskloss. Bakinn á þér? Bakinn var rétt svar. Ég er með lél bak. Þetta kvartið þið bakinn á þér? Ég er með tvöfalt brjóskloss. Ég veit að kvarta kannski ekkert mikið í þér. Ég veit að stundu komið í því í þinn rættunum. Hefur þú fengið rétt svar í þessu? Nei, ég held ekki. Ég er ekkert aðeins lélegur í þessu. Og líka leikurinn, hinleikurinn sem að þú tekur með á púpi, hann bakar alltaf saman Fellow Kids, þú ert nú reynda búin að rífa þig í gang það. Þá byrjaði núna á þér, Egill. Ef að Steindi mætti djama með hverjum sem er í heiminum, með hverjum myndi hann djama? Sko, ég er að hugsa bara sko tónlistamenn, íþróttamenn og Hollywoodleikara. Já, þessi er erfið, ég veit. Já, sko, þetta tónlistamenn, þú veist, Steinþór er rappfés, skiljur, þá myndi velja einhvern rappara til að fara fyllir með og síðan Hollywoodleikara, þá myndi vantar að velja Wesley Snipes eða eitthvað þannig, sko, sem ég hugsa bara athlete, vandalt á UFC shooting. Nei, ég skal gefa, já, hörðu, ég hugsa Conor McGregor. Segir þú Conor? Það er rámt. Þetta ekki Hann var samt Þetta ekki hafðast í UFC maður landsins og Conor McGregor er fyllibita. Já, ég veit að ég sko, Já, en ég held að það sé miklu skemmt. Rétt svar var Dave Chappelle. Já,
Ég held að þetta er 10 sem skemmt að þetta sko. Sitja og röfla bara í ykkur heimahúsi með eðlilega fyndin og að geggja svar. Já, ég var náttúrulega mjög ánægð með Dave Chappelle svarið. Þá spyr ég þig, Steindi, með hverju myndi Egil jamma? Þessi finnst mér skýtlegt, það er Matthew McConaughey. Hann er eðlilega góður. Já, þú talar ekki annan. Þetta er orðið aðsnalegt. Þú ert búin að segja. Þetta hlera, nei, þú varst frammi. Nei, hann er bara sagt marg. Er hann frammi, ef hann er með appið frammi. Það hlusta þáttinn. Þú ert ekki að svindla. Erum við ekki búin að 10 ár? Með 2 réttar. Herru, í 10 ár hefur við talað um að vilja vera með snekju, þú mútið vilja fara niður á hann, þú er búin að tala um þetta. Ég haldi, ég giska á slægin. Ok, Steindi. Já, við slægi bara ekki jafn skemmtileg fyllibitt á Matthew McConaughey. Steindi komið 2 rétt, Egil, þú ert ekki með neitt. Ég er ekkert eðlilega lélegur í þessu leik. Það er ófært að keppa í þessu leik. Ég bara gefði mig Akkur valdur ekki Connor Eins að Pelli bara rauðvís lepið fyllibita Connor tekur hann kastaði stól í rútu daginn í fyllir Ég veit henni því Ég er mjög lítið að taka ég og henda stólum í rútur Ég elska að sitja og draka rauðvin og rauða Hver er helsti kostur Egils að hans mati, Steindi? Helsti kosturinn hans er sko hans eigin mati Þú getur ekki náður Það er ekki verið að punkt núna Nei, ég er fræðilegur Sko, helsti kostur Ég ætl, sko Það kom tvennt upp í huga hjá mér Hann er naskur í bréfunum Hann dætti í huga að segja að það væri businesslið Góðu businessman Samt er þetta alltaf grenjandi í honum Já, ég er náttúrulega Það að segja businessman Við eigum ekki sömu bréfin En svo er Svo finnst mér sko Egill er náttúrulega mjög svona hann er duglegur helsti kostur hann er duglegur ég sagði mér þess að við Egil þegar hann svaraði þá ég sagði duglegur það er rangt það var þolinmóð en er ekki eitthvað skrítið að segja sjálfur duglegur ef ég segi sjálfur ég hefði svarað saman Steindi já sko ég meina þú veist menn sem er dugleg ég meina líti ekki að sjálfur sem dugleg já ég meina þú veist þú vaknar þú segir þú vaknar oft 5 á nóttinni Egil sagði þolinmóð Ég get ekki sagt að Egil sé það þolinmóð hann er þolinmóð ég tengi þetta svolítið við barni og svona já barni og svona ég er með þolinmóð þar kannski ekki þolinmóð í ákveðnum aðstæðum ég veit það ekki kannski er þetta bara léleitt Blöð, út að setja mig on the spot Steindi, hver er helsti kostu Steindi að hans mati? Sko Má ég gefa honum vísbendingu? Anskot sko, Steindór er alltaf fyndinn hann er fyndinn og hann er heldur góður í breifunum hann er komin inn og sterkur inn í breifun Svo alliðlega tímar Já, ég er með Diamond Hands sko hvað, ok, kostur Sko hann er mjög skemmtileg fyllibita og það er sko, eða skilju Nei, sko mjög skemmtileg fyllibita og það er sko, það er mjög gaman að jamma með ég hef aldrei verið að jamma með Steindór og það er leiðilegt sko, það er alltaf mjög gaman En okkur, ok, ég ætla að hjálpa það svona Okkur er það gaman Hann er hress og skemmtilegur og fyndinn og hann er til í allt líka Ég gefði rétt að það Þetta fyrsti punkturinn Ég var með til í allt það var akkurat svo sko ef við værum það var sér að segja það er jafnað já ég sagði skemmtileg fyllibita sem er til í allt það er ekki spurningattir ég spyr þig fyrst núna Egil þú getur jafnað þetta en Steindi getur svo reyndar þetta er erfið spurning hversu horny er Steindi frá 0 til 10 hans mati? Áður og svara það er 2-1 þú getur jafnað já sko þú getur jafnað ok sko það veit allir á þjóðinni allir sem hlusta veit að svarið þið sko. Nei, það veit, hvað meinar þú? Það er eini maður sem hefur verið að segja eitthvað það er þú Þannig að þetta er heimskljósta spurning sem ég heirt það veit allir sem að kæra núna í bílum þeir veit að svarið allir hugsa 10 málið er ég sé við eitthvað félagunum ég segi 12 Það er 12? Já, það er sko ég hef setið hérna á hann og sagt 10 það er ekki neitt, ég er 12 ég er 12 það er staðan ég er 12 Ok, þú verður að reyna að vinna segðu, hvað heldur að svari sér? Hvað heldur að stjórna að sagt? Hvað heldur ég að hann hafi sagt? Það snýst keppnin 9,5 Jésus sko, það er bara eins og þessi lítil baun ég haustum að þér Hann reyndar Var ég nærðið með 12 eða? Nei, ég gefði það að koma 5 að réttjar hann sagði 6,5 Steinþór Ég ætla að segja Egil hafi sagt 10 Já, þetta er ekki hreinskilur Egil sagði 10 Nei, ok, býtu Egil sagði 8
Nei, þú varst náttúrulega Nei, 1 það 7. Þetta meikar ekki sens ég sé hærri en þú Það meikar ekki Þetta er ekki hærri en þú Herru Þetta var þekki eða ekki Þetta getur verið að auðvitað ertu hærri en ég Hvað ertu rugglaður? Enn 1 sigur hjá Steinda og já, ég er að spá að setja á Neitt eðla góður hjá þetta Já, 2-1 Þessi drengur á leiðin til okkar næsta föstudag og þetta lag er í ruglinu Haldið þér að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og já, við erum ekki beinni útsendingu núna því að við Steindir og Konni hérna inn í klefan góða Það er rétt hjá það Blö Við erum lokaðar hérna í litlu loftlausu rými Já, en þetta er samt okkar upp á staður hérna í húsinu Já, hér dæmir þið enginn Nei, og hérna er hægt að snáðast sko. Þegar við erum hérna í klefanum þá erum við að taka upp eins og núna þú ert að fara í dagskrálið sem að mér er stæðilega bara óþægilegt að kynna inn sem fertugur fullorðinn maður hann heitir Suck Your Dick Já, neða sko, já, hann heitir reyndar E.S. Nei, þú kannt ekki stafa þetta hana en sko, að hins vegar er bylgjan hérna þeir fara hérna inn til að taka stóru viðtölun sín Já Bylgjumenn En ég er hún svolítið þreyttur þeir alltaf skilja eftir einhverjar leifar hérna og dollur og eitthvað Ég er hún svolítið þreyttur Við erum partikallar Já, djúfis fyllir í það er algjört álag á þeim En herðu, þú ætlar að fara í það eru margir búin að byggja Suck Your Dick, sagðirðu Já, sko Er allir að byggja að Suck Your Dick? Sko, málið er það, Blöð Þegar maður segir, þú veist, allir Já, allir einhverju 4 sem sendur þetta á gramminu Já, svona eiginlega það, sko En það eru svona náttúrulega ákveðni snáðar úti sem hafa svolítið gaman af því Þegar maður hringir, sko, mér finnst bara svo gaman Þetta er náttúrulega fólk sem á enga veginn vonaði að fá þetta síndal sko. Og maður er svona að reyna Þú ert að grátbyggja eitthvað og býst að því að ég ætla bara að setja síndal í þína hendur ég tek enga ábyrgð á þessu ég er bara við erum samsíkir Nei, ég er bara ít á rekkina Þetta er, og eiginlega, ef það er fullorðið fólk að hlusta þá finnst mér þessi liði fyrir neðan mína virðingun ég ætla að leyfa Steinda að gera Næstu tilbúin Rosa, slaka á Fáðu síkó pönnukökum maður Work your magic, clown Hringdi ykkur Já, ég er ekki Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Heyrðu, er hann við hann hérna okkar besti? Bóbó eða Kjartan? Já, Bóbó, já. Jú, hann er hérna. Heyrðu, ég fæ kannski að heyri Bóbó. Já. Já, takk. Já, góðan daginn. Já, Bóbó. Já. Sæll og blessaður Gunnar hérna megin. Fasta kúni hérna í lauginni hjá okkur. Jú. Já, heyrðu, ég ætlaði nú að fannst ágætt að heyri þér með þetta sko því að ég er ekki að hloka núna hjá okkur eða, er út af COVID eða? Jú, það er allt lokað fyrir almenning. Já, einmitt, já, það er út af veirunni og þessu COVID. Jú. Já, heyrðu, en það er eitthvað sens að ná að henda sér ofan í 40 gráðu pottin í 20-30 mínútur, eða er það alveg harlæst eða? Hann er bara tómur. Já, hann er tómur, já. En svona, ég er nú kannski ávið að ég er hægt að taka hérna og hoppa hann í laugina og það er allt lok-lok-læst bara. Miðir, það er allt lok-lok-læst. Er það? I suck it, sko. I suck it. Þú sér það meira sér HSVaf að þeir eru meira sér búin að já, en I suck it, maður, gerðu það. Er sens að hleypa manni onni í smá stund, maður mæti bara með spýtu og sitt eigi sjampo og conditioner og í miður, það er bara það er alveg búið að taka fyrir það. Það tók alveg fyrir það. Gerðu það, I suck it, maður. I suck it. Já, en því miður þá er ekki hægt að en Guðvann hjá okkur, er Guðvann opinn? Nei, hún er lokuð líka. Hún er lokuð líka, djöfulli sjálfur maður. Og er engi sens að maður myndi pakka niður spýtu og strömpa hanglaðinu og mæta með sjampo en að geta skóla sér bara í störtunni, er það eitthvað? I suck it, maður. Því miður, það er bara alveg harður lokað fyrir. Er allt lokað? Já, þú meinar. Maður reynir svona að fylgja náttúrulega sóttvarnareglum. Já, ég skil það mjög vel. En það er engin leið að koma þarna aðeins og skóla sér og eiga góðan dag þarna. Og I suck your dick. Já, það er alltaf hægt að eiga góðan dag, sko, en það því miður ekki hægt að fara honni. Það ger það, I suck it, maður. Sorry, geta ekki. Nei, ég skilji. Það er út af COVID, vantarlega. Jú. Já, það var alltaf læst út af því.
ekki fræðuleg möguleiki, ekki einu svona busla bara aðeins í valöðinni, bara aðeins að þrýfa sig þarna og skóla sig, ég hef verið að gera upp heima sko, ég kemst ekki í bað sko. Nei, ég skilu það eru lagnirnar út um allt maður og það er einhvern veginn ekki heitt og kalt sko. Þannig að ég kemst ekki til ykkar bara að skóla mér og hoppa í valöðinni í smástund og að sagja dig. Nei, því miður. Nei, það er alveg. Það er ekki grænt namipókja en eitt rögg sko. Það er bara, I suck it bara. Því miður þá er bara ekki hægt að fara á ný. Það gerðu það maður. Nei, það er bara, þetta yfirmenn okkar alveg. Gerðu það, lefur að koma að nóni og busla þess og sápa mig og I suck it. Nei, því miður. Já, það er ekki lengra. Ég kem bara þegar það opnar, Já. En svona í lokdags þegar allt er, þú veist, þegar það er búið að loka öllu hvort þið er og svona, væri þá hægt að koma og taka smá sundsbrettan og að sagja dig? Nei. Nei, heyrðu, glæsilegt, takk fyrir það og bara góð helgi. Já, sömuleiðis. Góður punktur hjá Tiesto, let's get down to business. Let's get down to business. Já, ég dyrka þetta lag. Já, þetta er svona Keiluöllin og Túborg sem fær ykkur FM 95 blöð og það er að sjálfsögðu búið að opna í Keilu eins og á öðrum stöðum og það er passað upp á allt þar, það er búið að exmista allt þarna í Keilunni og sóttvarnarreglur upp á 10, þannig að ef við viljum fyrir Keilum helgina þá er það sjálfsögðu opið og svo minnum við á Shaken Pizza. Ef þú kaupir 2 pítsur þá færðu 3. frítt. Take away, tilbúið. Já. Sko, Jói er að sko, ekki bestu pítsunar. Jó, það eru geggjaðar og Jói er að taka móti fólki sjálfur sko, sprittar það alveg bara frá topp til topp. Já, Jói er með allt áhrif. Já, það er bara hannig, okkar besti maður C.Joe. Já. Heyrðu drengir, er komið að spurningakeppni sem átt að vera í síðustu viku? Já, spurningakeppni Gilsarans, hún komst ekki að í síðasta föstudag en King of Working Hard. Já, það er hljóman alveg svona saklaust. Já. Þannig að, herðu, ætti ég, maður sjá ég er hún svo góður á tökkanum minni, ég er spáð að gera rétt hérna. 10 years. Já, maður sjá Egil, hvernig líst þér á að fá lagið undir Working 9 to 5 með Dolly Parton? Það er ekki eitthvað svona fárlega vel. Nei ekki, svona eitthvað? Ok, umdæðnundir Er allt tilbúið á þér? Já, þetta er þögull Nei, ég var að gera nokkuð hluti í einu hérna. En sko, þetta er klárt. Þetta er King of Working Hard. Já. Það er alveg titill sem að þannig að ég velti fyrir mér hver er, veist, þeir eru báðir frekar, ég er svona heiltið frekar duglegið, myndi ég segja. Já. Þó sé ekki að móka skurði. Þegar kemur að einhverju sem við erum áhuga á, þá myndi ég segja það, já. Sko, hefur þið farið í vinnuferð erlendis? Já, við erum skemmt erlendis. Já, bara draumarnir og aturmenn og náttúrulega, já, draumarnir og bara steindakon og við erum alltaf úti að gera. Já, þú ætti að vera frekar duglegur til að vinna, til að fara erlendis að vinna, sko. Já, er það svona? Það er ekki bara svona nett Er það ekki? vacation eitthvað? Nei, ok, alltaf Nei, það er sko heldur betur ekki. Draumurinn þetta er það sem það gerir. Yfirgefa alla, þú veist, bara til að fara að vinna erlendis. Já, það er auðvitað, þú veist, maður fer kannski bara í mánuð frá familíu. Mjög vel gert, sko. Hefur gert upp baðherbyggi heima hjá þér? Nei. Hvað flokkar En ég Nei, ég get ekki, ég ætla ekki svona að reyna þetta. Ég kom með bjór og pítsur handaðin. Nei, ég get ekki raskat. Nei, ég get ekki tekið kredit fyrir það. Eða ekki? Fyrir miður, nei. Það má ekki gleyma því að það var. En ef þú spyrir, hefur verið gert upp baðherbyggi heima þér, þá fæ ég búnt. Já, þú er ekki sjálfur farið í smiðsbuksunar og eitthvað rugglar, ég var bara erfitt með að skeina mér annars. Já, það var dauð pera í heimi á blöð í ykkur 2 ár af því hann kunni ekki að skipta. Já, það var bara því ég nefndi ekki. Hvað ætti ég að gera frekar en Kös og þér? Já, ok, þannig að Kös er ekkert eðlilega latur. Hann er haugur. Það er alveg haugur. Já, Kös var alltaf bjó hjá þér. Nefnt hann ekki það standið í þér? Nei, ég er svona 10% dullur en hann. Þið tveir saman að hvori er að nenn að skipta peru og svona, það var rosa. Landakös hann er segur það ekki? Já, topp drengur, það er nettur haugur. Hann tórir. Það er 1-1. En betur, veist þú ekki punktarnasniði? Nei, ég var svo steindi að við gertum bæði. Herður, jú, víst. Nú ætla ég ég og pappi ég og pappi minn flísa lögðum baðherbyggi í gömlu íbúðinu minni og ég var að hræra steipu og hann var að setja flísa þar á vegginn. Já, það er punktur og steitur. Takk fyrir, ég var bara að gleyma railing, sko. Ég rétti þeim flísar. Já, það rétti þeim pítsu. Ég var í heilan dag að hræra steipu. Steindi var
veist, Steindi var það lág í gólfur. Ég og pappi vorum saman í þessu. Varstu það metnaðarfullur þegar þú varst yngri að þú stólkaðir Money Sim til að vinnuna sig döðu langað í? Ég veit ekki hvort það flokkist undir dugnað meira kannski eitthvað annað, en já, það passar. Punktur á Blöndal. En sko, það samt búið íkja þetta svo, ég stolkaði ekkert Simma. Og mættir á djammið þegar ég hitt hann, þá sagði bara, herru, mástu hérna, ég var bara að koma með hugmynd eitthvað, hann bara, já, ég var ekki eldan það sem hann yrði. Mást ekki, þú veist, utan heima hjá honum og hann? Nei, ég var ekkert eitthvað að runga með kíki og kleinuringir fyrir utan heima hjá honum. Ég bara svona, ef ég hitt hann á sportkaffi eitthvað, þá bara, mástu, ég hitti daginn, ég var ekki að stolka hann. Sportkaffi var ekkert eðlilega góð skemmtistöð, sko. Veistu hvað var skemmtarnastjóri þar einu sinni? Hver? Kitty Páls. Í alvörinni? Kongurinn á. Ok, ég sagði ekki. Ég fór ofta á sportkaffi. Sko. Herru, já, ég hef ekki. Það er 2-2. Já, ég var ekki. Þekkt ekki sem að því sko, þetta er ok, þetta er spennandi. Hefur þú romantískur á valentínusadaginn gefið konunum morgumat í rúmið og gefið henni það svo hlið? Nei, ekki Steður. Nei, ég er búin að segja nei. Ég er búin að segja nei. Þú verður að segja satt. Já, ég var að segja satt. Þetta er ekki skemmtilegt um að menn segja satt. Nei, ég veit það. Hann getur alveg logið þegar að kemur að gera baðherbyggi. Nei, ég er valentínsdagurinn. Þetta er svolítið þín stefning, eða ekki? Þetta er svolítið þitt. Valentínsdagurinn, ég veit alveg hvað það er. Þetta er ekki með punktana? Nei, ég er ekki með punktana. Hefur unnið það mikið að þú hafðir efna því að bjóða 40 viniðinum frítt á Hótel Rangá og meðal annars gilsa á The Penguin Suite? Nei, það er bara menn borguði sin eigin gistingu þarna og það er besta helgi æðu minna sko. Þegar ég lappaði inn í Kim Kardashian herbyggju og blöðu hendi The Penguin Suite á mig sko. Borgar ekki það herbyggju sjálfur eða? Nei, það er bara krónu. Hægt að ljúa. Þú bauðst það er besta helgi æðu minna. Já, Kardashian var þetta í samverð. Veistu hvað herbyggju hliðin á? I ain't got the fucking weatherman. Já, það. Og síðan þegar ég lappa aðeins niður, hvað var þar? Jökull í Kaljó. Besta helgiðaði minna. Ég borgaði ekki herbyggin eitthvað að neitt, þannig að þetta er, nei, ég fæ ekki punktandi, ég væri til í hann, ég get óskaði sér eftir það mikið. Þetta er eiginlega punktur á Blöndal, hann eitthvað. Steindur aldrei haldið ammæli sitt á Rangá. Steindur aldrei haldið upp ammæli sitt. Ég hef aldrei mætti ammæli til Steindur, ég er búin að þekka í 11 ár. Já, ég vil vera náttbuxum og slekk á síman. Hann held ég upp ammæli mín. Eftir einhvern tíma gælu út alla kringlu með því eina markmiði að gefa henni það á hlið. Það er volast orðin obsessed með þetta hlið. Það er bara Það er ok, hann bjargaði sér. He came with a twist á gamla. Bjargaði sér. Ég gerði búið, þetta var vel gert. Ég var að segja, ekki ennlega ferði þetta. Það eru vola á að fara að keyra á sig þetta á hlið dæmi. Það voru að nýja. Það sé bara eina sem ég geri, bara að leggjast á hliðina. En þú elskar það? Ég elska það ekkert. Elska það ekkert meira en eitthvað annað. Ég var bara að reyna að bjarga sjálf mér. Bara ekki upp á stefningi? Nei, já, ég vildi bara ekki. Já, ég vildi ekki hvað átt ég að segja. Allir til vartan, þá sagður þetta að vera upp á stefningi. Já, ég klendi strax bara doggy style. Ég vil bara verið doggy. En þú svaraðir strax bara hlið. Já. Er þetta 3-3? Sko, það er 3-3. Þetta er ekkert eðlilega. Fengið punkt? Ertu það mikill hard worker? Það var tilnefndur til edduveluna daginn. Það er þetta hárrétt, ég fæ punkt að það. 4-3 fyrir Steindóri. Blöndal? Akkur sagði 4-3, þú veist að ég var ekki tilnefndur. Ég býði svar frá þér. Ekki svara blöð. Sko, blöð needs a point. Nei. 4-3. Hefur stöðumáluvörður sagt að þig og eina sem þú hugsaði var að gefa henni á hlið. Var það ekki það sem þú ætlar að segja? Eina sem ég hugsaði. Þú er ekki hugmyndu hvað ég var að segja. Nei, þú ætlar að segja. Þetta sem er óþólandi, við erum dagskólið. Ég fæ ekki að klára þetta að segja. Steindi, ekki láta mig lækki þér. Þú veit ekki hvað þú er að segja? Já, ok, segðu það þá. Má ég kannski klára spurningu? Já, gjör svo vel. Já, það sem ætlaði að segja. En hvað kemur þetta stugnaði við? Má ég klára spurninguna? Já, ok, klára. It makes sense þegar spurningin er komin í heild sín eins og góður punktur, ok. Þannig að hefur stöðumáluvörður sagt að þig og eina sem þú hugsaði var þið stöðumáluvörður að fara að fá það á hlið? Ok, þetta er eitthvað annað en ég sagði það. Var ekki náttúrulega saman og ég sagði það? Mér finnst þess að sé eitthvað þema hérna í dag. Já, ég er bara þetta er ekki það sem er að fara að gera. Sko, það loka spurning. Nei, það er ekki loka spurning. Þetta er búið. Og núna, ég held að blöðu líkljóna blöðu favorite þessar spurningu. Hefur Gella sagt við þig? Ok, shit Steindi Junior er ekkert eðlilega fastur á hlið.
Þetta eru Birnir og Páll Óskar með spurningar. Það er nýbúnir í spurningakefni Gilsarans. Hún var að klárast hér og steindi til hamingju með sigurinn. Já, takk fyrir það. Sterkur sigur í þær. Já, King of Hvað er King of Hard Worker? Já, en það ertu a hard worker. Sko, málið er þú ert kóngurinn. Við erum vinnu algar. Þú ert kóngurinn. En málið er að fyrir það sem er að hlusta við erum að fara að gefa shit núna og við elskum að gefa hluti til tilkynning. Sko, við vorum að launcha teaser á leynilögunni. Ekki trailer, hann kemur segna. Sko, trailerin er nokkra vikur í trailerin en þetta er teaser. Alla stóru myndirna úti eru með teaser og við erum með stóra mynd. Trailerin er rosalegur, ég hef séð hann. Thank you. En þetta er teaser og hann er komin á Facebook sem heitir Facebook .com/leynilöggan. Þú ætti ekki að bara í search og skrifa leynilögga. Þar vorum við að setja hann inn og við ætlum að gefa fólk elskar að fara fritt í bíó. Það er nákvæmlega sem að gera, að gefa fólki bíó með það, 10 með í bíó á forsýningu. Og eina sem þið þurfa að gera, þetta er rosa einfalt, lækið þessa síðu og takkiði vin í athugasendum sem þið viljið taka með í bíó og þá eru bæði skráð til leiks. Og þetta við erum að hrósa líka Hannesi Haldósinni sem varði víti frá Messi. Hann gerði hann teaser. Hann kann að gera trailer, hann kann að gera teaser. Maður hrósa Hennes. Ég leik nú lítið hlutverk í þessari mynd og það var mjög skemmtilegt. Það fyrir að kosta með það. Ég er þröstur. Ég er a.k.a. Scorpion. Facebook, bandstrygg, skástrygg, leynilögga. Já, bara þú getur sett sört leynilögga eða leynilöggan og þar er teaserinn efst og læka bara síðuna og lækaði þetta vídeo og takkaði vinnin og út að fara mjög lykklega að fara í bíó. Er þið tilbúinir í sturlaða staðrindin, drengir? Býttu Hvað er ekki rinn? Ég er klár. Egil klár? Rétt. Ok, þá er það fyrsta, það er eitt af þessu kjaftaði, þannig að þið með ekki giska hvað af þessu bull. Fyrsta sturlaða staðrind dagsins, bullfrog, sem ég veit ekki hvað er á íslensku, ætla þessi bara nautafroskur eða eitthvað, er eina dýrið í heiminum sem sefur ekki. Þetta er helvítið magnað. Það vakir allan sólarhringinn. Mættalega, maður sefur ekki. Þetta vakir bara eilífu. Já, þetta er, mér langaði að spyrja ykkur, þetta er eitthvað sem þið væri til í ef þið gætuð. Já. Þetta meina að þið mætti halda heilsunni. Já. Ég er svo gaman að sofa. Gaman að leiðilega sig ég geri. Já, það er leiðilega sig ég geri. Ég er sko gott rúm og sofna. Já, mér finnst það viðskipt. En þá ættum við alltaf að segja þú verður alltaf orkumikill og allt alltaf líða vel. Já. Það er tricky shit. Já. Þið myndi alltaf líða eins og verður búin að sofa í 8 tíma, orðað þannig. Já, ég myndi alltaf taka því. En Steinþór hatar að ég þóla ekki að fara að sofa. Hvað hatar að sofa? Af því að mér finnst það leiðilegt. Þetta er svo lítill krakki. Nei, já, smá, þú veist mig. Hann er með kæfisvefn og vill ekki nota tæknina. Reyndar ef ég myndi sofa eins og þú Steindi, þá myndi ég ekki heldur ég næ ekki remsvefni, ég er bara, þú veist. En svo er þetta þannig, það er búið að bjóða, þetta er tæki sem hjálpa þér og þú ert bara of vein til að taka. Þannig að þú hallast þetta að vera með. Já sko, ég get ekki sagt bara góða nótt ástu mín og sett á mig grímu og en það hjálpa svefnin hinn. Já, en þú veist ég myndi alltaf að gera það. Já, maður fengi ekki mikið. Hvað er þetta að vera töffurinn fram að konuna þennan? Nei, það er ekki droslega sko. Ástu mínu, varu til að fara að duttast eitthvað á hlið. Það er ekki að fara að gerast með grímuna. Nei, en að klára bara á hlið og setja svo grímuna á sig. Nei, ég veit það alveg. En máli er, ég fór í svefnrannsókn. Já, og þú þarft svona tæki. Já, ég fór heim og ég fekk svona tæki á mig og snúrur og drasl og við getum orðað þannig að ég kolfjallaði. Já, en það er ekkert í huga að þú veist að nota þessa tækni sem er í boði. Nei, ég hef það fínt maður. Vitið hvað það er? Að þú veist Þegar hún finnst að hallæðislegt. Nei, þegar þú ert bara segjum og setjum í sofa. Eitt svona eins og Bubbi og Logi Bergman þegar sögðu báður að þeir voru of vein til að fá sér heyrnartæki til að byrja með. En svo bara best að segja að komið fyrir það bara. En ég myndaði bara, þú ert heima að horfa á sjónvarpblu og þú ert að horfa á okkur geggjaðan þátt. Hann er búinn, þú lítur á klukkuna. Ég nenni ekki að fara, ég geti eiginlega ekki byrjað annan þátt. Þið langar það. Þú getur eiginlega ekki að fara að sofa. Já. Ég myndi að þú verður laus við svoleiðis. Já, reyndar, ég gefði það. Þú veist, svo getur maður bara að vera að vinna eins á nóttinni, flýtt fyrir. Svo getur þú nýtt daginn betur. En þið myndi byrja að leiðast og þú verður alltaf vakandi 24 tíma held ég. Ég held þetta að vera rosalega svona bara þægilegur alone time, bara familjan er sofandi og þú bara. Er ég bara búin með eina staðinn samt? Já, það taka tíma. Já, Kristoffer Mintz Plassi, veitir hver það er? Nei, Kristoffer Mintz Plassi. Einhver flottur bíleikari. Ok, en þið veitir hver McLovin er? McLovin, já. Hann lék sem sagt McLovin í Superbad. Hann var bara 17 ára þegar þau tóku upp myndina Superbad. Þannig að mamma sturt alltaf að vera á setti honum til, lítillar ánæði.
hann var ekki sáttur. Nei, þannig að hafa mikið gert grín á honum því að mammans var alltaf að fylgjast með öllum tökunum. Þú veit það agalegt. Já, skellur, hversu góð var Superbad líka? Og geggjur. Já, þetta er alveg góð sko. Leiðilegt fyrir mömmuna. Ég er með aðra froskar drekk ekki. Það er ekki svona Jón Jónsson að drekka ekki áfengi, þið bara drekka ekki. En það er örglega bara eitthvað kjaftaði sko. Því að þeir eru alltaf hangandi á okkur bara svona laufblaði fljótandi á okkur vötnum að geta flugur. Ég er að segja það gera það ekki. Þetta getur froskítur. Já, kannski. Allavega froskar drekka ekki. Robert Downey Jr. fekk $10 million fyrir að leika í Spider-Man Homecoming. Hann var í 8 mínútur í myndinu og tók þetta upp á 2 dögum. Það er átt tímakaup. $8 million, hvað er þetta mikið? $10 million. Ekki miljard fyrir 8 mínútur. Milljardur fyrir 8 mínútur. Já, hann notaður í kynningaræfni og reyndar. Það er rosalega. Já, ágætist tímakaup. Það eru engar varir eins í heiminum. Það er bara svo fingraför. Það er svoleiðis. Engar varir eins. Nei, mér finnst þetta áhugavert. Þeir eru nú með svipaða varir. Horfa á okkur. Hvað, ég og Egil? Já. Við erum svipaða varir það? Já, við myndum segja það. Það er allavega ekki eins. Snákar sjá með lokuð augun. Sjá í gegnum auglokkin. Greinilega. Það er mjög, það er svona það er ákveðin kostur, það getur gert það. Ég er að vinna svolítið með dýrin, ég held að þú verður svo ánægð með það. Já, ég er gaman að því. Ísbjörn finnur lykt af sel í 25 km fjarlægð. Já, þeir eru kræfir, ísbjörnir. Það er rosalegt. 25 km? Já, þeir eru... Hvað ertu lengi hérna upp í Kóra? Hvað heldur það sé í kilometrum? Það er svona 8 líklega hérna sko. Vá, hvað er þetta bara litla kaffistofan? Þetta er náttúrulega bara frá mér og til Reykjanesbæðir og þetta er nánast. Wow. Já, og þeir geta sko, og þeir ná þér. Þú, það er ekki hægt að flýja ísbjörn. Svo er það 11% norðmanna borða hakk og spagetti í alla mánundaga. Það er mjög heiðaleg máltíð sko, greinlega eitthvað svona ritual hann í Noregi. Það er mikið hakk og spagetti á mér líka, heima í mér. Ég fekk svo mikið skít hérna þegar ég saði síðast í útvarpinu að norðmenn var svo leiðilegir en ég stæði það samt bara. Fullt að liða sem sendir mér sem býr í Noregi. Eru þeir ekki hálfleiðilegir? Já, ekki Íslendingar sem búa þar. Mér finnst bara norðmenn per se leiðilegir. Mér finnst Svíinn leiðilegur sko. Já, hann er það líka. En af hverju finnst ykkur norðmenn og Svíar leiðilegir? Þú mátt ekki fara fullur inn á skemmtistað. Það er náttúrulega agal. Hvað gerir þú þannig á skemmtistanum? Þar máttu drekka, þú mátt bara ekki mæta fullur. Já, ég fór nokk kasino eftir 2 sko, bara aldrei fengið mér jafn lítið fyrir eina kasinoferð og eitthvað gæi stoppa okkur og töða. Já sko, þá finnst mér þetta land alveg glata sko, af því að ég er þannig típa drengir, að þegar ég fyrir á kasino þá vil ég vera rúllandi drukkin sko. Já, þú ert ekki að fara hann inn sko. Hvað þá þú ferð á skemmtist það? Þú ferð ekki hann inn. Ég var með sveppa, hafa hann þetta í Svíþjóð, ég þurfti að þjálfa sveppa í að labba eðlilegan inn í kasino. En er þetta náttúrulega ákveðin business að þið vilja bara setja eið á barnum, vilja ekki að setja hellið heima eins og krakkar í menntaskóla gera áður að fara á böll sko. Það verður akkurat öfugt, ef þú mætir fullur þetta drekkur á barnið þá. Já. Svo er það síðasta lengsti hyggsti allra tíma, þessi hefur komið áður en mér finnst hún bara ótrúlega, lengsti hyggstri allra tíma stóð í 68 ár. Já, það er rosalegt. Ég held ég verið búin að hoppa í sjóðu. Mér finnst nógu leðast að hyggsta í hálftíma sko. Já, sko, það er náttúrulega sko, en allir þessi einstaklingur hafi prófað að drekka vatn á kolvi. Ég gruna hann að verið búin að prófa allt. En ég spyr ykkur drengir, hvað af þessu var kjaftaði? Var það bullfroginn sem er eina dýr í heiminn sem sefur ekki, McLovin var 17 ára, Froska drekk ekki, Robert Downey Jr. fekk $10 million, það er enga varir eins í heiminum, snáka sjá með augun lokuð, íspjörn finnur lykt af sel í 25 km fjarlægð, 11% norðmanna borða hakk og spagetti alla mánudag og lengsti hyggsti allar tíma stóð í 68 ára. Ég ætla að segja sko, mér finnst mjög óeðlilegt að eitthvað dýr sofi aldrei. Þannig að þú segir að bullfroginn sé... Já, ég frekar enn að ég drekki ekki sko. Þetta er froska dæmi sko. Þú með 2 froska þarna. Hvað segir Egil? Ég ætla að sammála Steinþóri. Það er að segja bara sama. Já, þú veist, ég meina gullfisk að sofa með þess að sko. Nei, ok, ég bjóð til þetta með norðmenn, þeir búið ekkert hakk og spagetti á mánudum. Þú veit að gera það ekkert. Hvað er á okkur? 11% af þjóðunum, ég finnst það helviti hart. Herðu, fáum Sverrir Bergmann, svo er Dóri DNA rétt og mættur. Það er ímislegt sem ég þarf að spyrja hann sem að Steindi búin að ljúga. Hann var að hringja mig, hann er mættur. Já, geggjað og já, svo eigum við líka eftir fellow kids og fleira.
Ég veit ekki hvað að gerast hér með lægin, það bara datt út. Sveimið það þeir að hlusta á FM 95 Blu á FM 957. Það er spes. Er það byrjuð 10 years á tökunum? Nei, það er ekki mér að kenna, það bara dettur út lægið. En við erum konum með góðan gestingað í stúdíóið. Hann heitir Dóri TNA. Vertu velkominn, Dóri. Hæ, hérna eigið þið headphone. Þú þarftu ekki. Nei, ok, ég þarf ekki þessi headphone. Nei. Hérna eru reyndar samt alveg rosalega fín headphone þetta. Ég ætla að tengja það fyrir þig. Hvernig ertu á Ég þessum er föstu? bara góður. Þetta er náttúrulega eins og einhver sagði, apríl er grimmastur mánuð. Maður er alltaf að búast við sól og Já. blíðu. Það lúkkar oft eins og það sé að fara að gerast. Það kom, en svo maður fekk kemur. smá vonum daginn. En svo er það búið að vera helviti blött. Þetta er millisísum dæmi, það er alltaf einhvern veginn að koma meiri snjór og svo einhver rigning. Apríl er ömurlegur mannur. Það er bara hannig. Það kemur held ég ekki meiri snjór. Ég finn það á mér. Ég veit að ég er sammála, það kemur ekki meiri snjór, hann er farinn. Nei, en sko, herðu, það Hvað er það að drekka hálfan lítur af C4? Herðu, veistu hvað? Egil og Steindir er búið með, sko, tæpan lítur af þessu. Með svíður Maður sér það, Egil er líka bara stífur. Hann er bara týndur á Já, ég er bara, þú veist, fílík veisla C4 dæmi hann Með svíður augun, sko. Herðu, það er eitt sem að ég ætla að spyrja þið út í áður fyrir sko, þú átt 3 börn og hlustar ekki mikið á þáttinn. Hefur þið heyrt hvað Ég hlusta samt mikið á það, sko, náttúrulega ég kom með mann sem hlustar alltaf á þáttinn á heimilið, sko. Já, ok, guttinn. Já. En er hann búinn að segja þér hvað Steindir er að segja um þig í þættinum? Já, sko. Ég hef heyrt það nokkur sinnum, en hvað ertu búin að vera að segja um sko, við þurfum að Sko, skitið í þig. Nei, ég ætla að leiðrétta þetta. Ég sagði ekki skitið í sig. Egil, bakka hann upp, sagði Ég sagði prumpa blöytu. Það hefur komið fyrir. En sko, það er allt annað ef að þú myndir segja frá þessu hérna eitthvað, hvað er það vandræðastu sem komið fyrir Steindir viðnöðin er bara að segja fólki frá þessu í þetta. Ég veit það, og þetta er svolítið sérstætt af því þetta var leyndamál. Þetta var bara eitthvað sem ég sagði honum. Og veitir hvað, þetta gerðist á, þú veist, mér þetta að gerst inn í bakari eða eitthvað og ég hafði þetta fara nærbúksunum og henda þeim þar. Þetta var í menntaskóla, þetta er svo langt síðan ég get talað um þetta alveg easy. Þetta var svona leit í menntaskóla, svo 1920, og loka ár. Þannig að þetta er satt. Já, þetta er satt, heyrðu, en við höfum allir verið lengur með Steindir í 20 mínútur. Í hvert einu skipti sem hann rekur við, þá heldur hann hafi skitið í sig. Hvað segir það mann, skilur? Hann hefur enga stjórn á ringvöðunum. Ég hef oft sagt það, ég myndi aldrei sparki bolt og reyka við á sama tíma. Ég hef alltaf verið svona tekið ofan fyrir mönnum sem geta gert það. En, eins og ég ætla að bakka Dóra líka upp í það eins. Ég verð ekki að Já, bara því hann situr í hliðina. Ég verð líka að segja hlustundum, Dóri, hvað gerði Steindi þegar þú varst að labba inn um hurðuna? Hann kom hlaupandi til og segi, já, við erum að fara eitthvað aðeins hérna yfir eitthvað og skipið, mannst ekki það. Hann stressaðist að dröndi, þú ert mættur á svæðið. Og hann fara aðeins yfir og skist í því og bara, Þetta eru stemningsprumpin sem fara illa. Þetta er smá when keeping the real goes wrong. Þú veist, það er Varst þið einhverju stemningu í bakriðinu? Nei, sko, ef þú segir góða brandar og þá endar að stundum að reyna að kreista fram. Þú veist, ég hef bara lifað nógu lengi til að segja ykkur að línan er þunn, hún er þinnið haldið, sko. Og ef ég hef ekki kynst í nú þegar þá fáðu þetta bara setna, sko. Og þetta sést, þetta er þegar maður er að koma niður á magapest og maður er komið sjálfsörgi til að prumpa og það kemur svona, heyrðu, og oft svona blessunulega hérna, okkur erum að tala um mér líður þessi að við lendi í kókulófi eða allt í þessu og ég sé eitthvað, það kúka allir í sig Það er verið að seniori lendi í þessu allir í nótunni eftir kampfélabakti Það ertu líka að segja fólki það var algjör lindamál á sín tíma svona fjölskyldu lindamál Það veit að allir Íslandi nú En svo er annað áður fyrir, sko ég horfði á hérna skítamix í gær svona áður og kemur, mér erst að gegja þáttur Veistu hvað, ég vil bara ekki vera eins og oft vil vera þegar maður sýna þetta á Íslandi maður er bara, horfið á besta þátt sögunar sem hefur aldrei verið gerð áður Þetta er bara viðtalsáttur það sem ég er að bralla eitthvað með ykkur Já, mér finnst það bara þægilegur og skemmtilegur Þægilegur, gott léttmeti og það er það sem þetta átt að vera og hérna og þetta er gaman sko Já, og það sem þið okkur sunnudum á Stöð 2 Já, og þið Gaukur hafa náttúrulega bara gert þetta líka oft áður Þið gerðu Rappir Reykjavík, Nördir Reykjavík og Djókir Reykjavík Þannig að þetta er svona Ég er enda heldur þú væri betri ef ég á hreinskilin að smíða Já Þetta hlið var ógæst Shots fired sem að gera þetta Gauta Ég spurði, ég hitti Gauta henni í morgun og var að gefa út nýtt lag Hliðið er ekkert upp ennþá og stóllin er ónýtur Það er ekki rétt Hann sagði það Ég sverða hann sagði það Stóllin ónýtt, hvað Mér finnst það pínu skellur því að Dóri er alltaf að tala við okkur eins og hann sé helviti lægin við Býtu, sko, ég er að ákveða mér afstöðina
You know how badly ég get bítað ykkur allra, ekki? Ég kemur inn eitthvað, Dóri, þú skeist þig, nú lélugu smiði líka. Sko, Auðun, ég ætla að segja þér. Ég ekki að segja þessi lélugu. Ég ætla að segja þér, hérna, nú ætla ég að segja þér hvernig lífið, hver munurinn á raunveruleikanum og sjónvarpi. Þegar við höfum bara 4 tíma til að taka 6 verkefni til að smíða, þá hugsaði bara, kemur ekki óvart ef við segjum stóllhafi brotnað, en veistu hvað, Steindi á svona stól líka sem ég smíðaði, Óli T á svona stól sem ég smíðaði, börnum mín á svona stól sem ég smíðaði, þeir eru ekki brotnir. Þetta var fyrir sjónvarp. Hann var flottur, bara svo ég segi það líka. Já, auðvitað er þetta alltaf hverja spæla við mig hérna maður, það er hel stífur innan maður, það er alltaf C4, Steindi bara. Steindi, ég verð að segja, ég vissi ekki að þú væri svona mikið snitch. Hann er snitch í eðli sín. Daginn þegar hann var í loga hérna, það var ekki, já, ég og minn vinahópur erum alltaf að stela bílum. Maður er bara, hvað segir maður að heyri í vinahópniðinu, maður er að vera að blasta þessi sjónvarpið. Hringdi mamma henni í þig? Nei, en ég, þú veist, þú ert orðin aðal snitchið á Íslandi. Er þetta ekki, nei, málega, þú veist, hann snitchar öllu. Hann snitchar? Það má ekki gleyma þess að þetta er alltaf bara time plus tragedy maður. Við megum segja frá þessu. Hann sagði að kúka svolítið í þig, þú veist. Nei, ég sagði það ekki. Nei, ég sagði hann hafi prumpa blötu og þetta væri stemningsprump, en ég sagði þér enda frá einu líka þegar þú reifst af þér narið hérna óvart í einu, mástu. Já, það var enda a goddamn beautiful thing, sko. Ég svaf í stúdíu sem áttum og ég var að vakna og ég svona flæktist í ykkur og það er bara svona rifniðu svona klín utan að mér, þannig að þegar ég á meðan ég stóð upp þannig ég sko satt í nærbusum og stóð upp nakin og það voru bara í tvenn nærbusum og gólfsar. Það var rosalega. Nei, sko Dóri á eftir að sjá svo eftir á góðmyndar til okkar. Þetta er góða punktur í rann. Það er bara að þú sett af því að ég ætla að taka þetta bak. Þú ert ekki lélugur smiður. Af því mér fannst þetta lukka, en mér fannst leiðilegt að Gauti var að segja að hann notar ekki hliðið. Af því mér fannst þetta hann er fluttur. Já, ok. Það er gana fólk sem Alltaf fólk sem nota hliðið. Það er ekki heist sem ekki nota hliðið. Það er allt sálsæri gegn mér í dag maður. En nú er ég líka peppað. Hitt sem hann langaði svo ræðið við áttum risa hérna spjallum daginn við drengir hvor myndi berja hvern og þá sagði Steindi okkur að þið fóruð í alvöru slagsmálun sinna. Þú og Steindi voru búin að rífast hvor myndi vinna í slag. Það er svona gannislega sko. Og Steindi vildi meina að þú hafðir rétt haft hann. Ekki sko, hérna, bara svo þið skilja allt í þessu þá svona að því ég er nú starri en Steindi en það sem gerist var að Steindi hann var rosalega lungin í gannislega þegar við vorum í Gaggo og ég réð ekki við hann þannig hafði ég verið að æfa hitt og þetta og var bara svona hress og skemmtilegur og er að segja Steindi frá þessu og í ykkur partí þá kemur hann eitthvað, já, náttúrulega Dóri búin að vera að æfa eitthvað náttúrulega, þú veist, en hérna þú veist, ég geti pakkað hún saman en þú veist, þú sér heldur hann áfram að tala og ætla bara svona að skilja þetta einhvern veginn eftir og ég bara, er það já? Gætir þú gert það já? Og hann var alveg, já, herru, og síðan fyrir við út og ég pakka hún saman, sko og ég ætla bara að rifja, herra, skeiti í sig og stál bíl að það sem þú sagðir eftir þetta var ok, ég vissi ekki að vera konni svona langt eins og að námið sem ég var í hann vissi ekki að vera svona advanced ég voru að mæta okkur 4 æfingar ykkur kjáltaði Við erum að pakka saman Hann var að pakka saman, þetta var í krókabiðin Þetta var það trained fighter eða ekki? Ég boksa á svona en ég er líka lamin þar sko En þú ert samt með rekord, þú með 2-0 í rekord Þú með 2-0 Í sem áhamar Já, sem áhamar, það er skráð 2-0 Ertu með kinn? Getur þú tekið höggin? Ég get ekki viðbjóðslega mikið að höggum Það er ekki sem vídeo Það er eiginlega Ég er með svona Homer Simpson disease sko. Það er alltaf bara búið að berja mig svo mikið að ég Dóri vann Það er ekki hægt að róta það Jú, ég hef alltaf Í síðasta barndag tókstu samt högg það sem var eiginlega það var ógeðslegt Það var ógeðslegt högg sko Á móti hverju var það? Ég misti eitthvað af mér Það var bara á móti stráksmyndi Hallur Oft bóksa við hann og oft haft betur Hallur sem er svona fekka þykkur og hann lifti í sportasunum svo ámestari Hvor myndi vinna í alvöru slag, Steindi eða Egill og verður heimskilin núna? Sko, ég myndi pakka manstu þegar Steindi smókaði Sverri Bergmann Já, það er 12 sekundum En þetta líka Sverri Bergmann við Egill Nei, en þá var Sverri Bergmann eitthvað búin að vera með eitthvað ræð eitthvað, ég lifti ég hef verið í ræktina svona oft ég er íþróttamaður og svo tók það nokkra sekundur fyrir hann að vera eitthvað
Þannig að Var það ekki eins og tölvuleikja það var eitthvað, fyrir löngu síðan það gerst rætt sko. Byrja á Við njánum skuldum og auglýsingar áður fyrir mjög auglýsingar svo ætla ég að enda hraðspurningar Dóri, hvernig færi milli slagur á milli þeirra? Egil myndi hafa hann maður Já, Egil tala óslega mikið um að berjast hann talaði mikið um að það var með góðar axl Ég ætlaði að vera að þjálfa Dóra á sín tíma sko. Ég Til að breyta hann í The Rock sko. Ég var að vinna í því sko. Þannig að Egil myndi berjast einnig, það er gaman ég held hann alveg líka Já, ég meina Hann er favorite, auglýsingar svo fyrir hraðspurningar Þetta lag er Dance Monkey með Tones and I Hvernig finnst þér þetta lag, Dóri? Finnst það geggja lag Hér á FM Gleðilegt Já, það er eitthvað stemming í þessu, það er föstudagur, það er 16. apríl, mánuðurinn hálfnaður og já, Dóri, við viljum að henda þér í hraðaspurningar áður við sleppið þér Ok Við erum búin að ræða nóg hérna með Já, það er búið að niðurlega mig og svífrið mig Þannig að nú ætlum við bara að kynnast þér aðeins, greið Ok Og ertu tilbúin? Já Hraðaspurningar núna er, mér er svo gaman, ég set bara alla í sömu spurningar og Patrikur Hæmi fekk Já Þannig að þú fær sömu hraðaspurningar og Patti Tilbúin? Já Uppáhalds matur? Japansku matur, ok, uppáhalds sjónvarpsþáttur The Wire Hvað fyrir mest í töðunar? Hvað ég gráður Í hverju sefuru? Nörbjörnsum Fallegasti kallmaður heims? Frank Mir Frank Mir Það er það mjög Það er svona UC-gæi, kallmannlegur Lið í ensku Frank Mir Lið í ensku Aston Villa Ok, ef þú mætti tjama með hverjum sem er eitt kvöld, hver eru fyrir valinu? Dave Chappelle Sama stendi saman Hvað drekkur á tjaminu? Vín, náttúruvín Binni, glí eða bassi? Ég ætla að segja bassi Hann er með góða víbrur Ef þú mættir hafa leikið aðal hlutur ekki hvaða bíómynd sem er, hvaða myndir eru fyrir valinu? Ransom Ha? Með Mel Gibson Já, myndir þú velja að hafa satt? Ok Það er rosa Give me back my son Hvað kveikir þér? Kona mín Hvort myndir þú sofa hjá rollu og enginn kemst að því eða ekki sofa hjá rollu og allir halda þú að gerst það? Sofa hjá rollu Ekki sofa hjá rollu og allir haldið að gerst það Það fer mig vel að vera svona Hei, nei, ég veit sannleikann Give me back my son Ég ekki betur að þú myndir ekki gera það Herruðu, já, en manstu Hvað vilt ekki bara kalla Lilla Smið Það var að gera útvarp og sjónvarpöðun, manstu Það getur ekki alltaf raunverulega Nei, ég alls ekki Sem kúkar reglulega í setjum Dóri aldrei að koma inn aftur Nei, Besta hljóðsnitt allra tíma Wu-Tang Clan Hvað er flottasta merkið? Wu-Tang Clan Ef þú er að sofa hjá dýri, hvaða dýri er þetta fyrir valinu? Hafmeyja Hvaða lag fyrir fónin til að koma þér í gýrin? Öllu, Nasis Like Nasis Like? Já Ég veit ekki eins og hvað það er Þetta er bara lag með rapparinn Nas Veit þið hvað rapparinn Nas er? Munið eftir honum? Já, hann græddi $200 million á miðvikudaginn sko. Okkur Á miðvikudaginn? Já, eitthvað fyrirtæki sem að fjárfyrst í 2014 var sett public eitthvað rafmyndardæmi og hans venture fund fekk á bílunu 40-200 milljónir í sinn hlut. Hann var líka ground floor investor í Dropbox og Lyft. Þú er glaður að heyra þetta? Já, við þurfum að fara fjárfærsatrókar Já, ertu eins og Steindi, ertu komin í brefin? Nei. Ertu í rafmyndum? Nei. Þú ert að reyndar komið í þinn eigin rekstur. Ég er komin í minn eigin rekstur. Ég kann ekkert að græða penning, ég kann bara að tapa þeim. En er hafmeyja dýr? Ég myndi ríða hrefnuhval. Hrefnuhval? Já, þú veist Mink whale. Rosalegt. Upp á sjónvarpsstöðu á Wire, veist það gott svar. Ég reyndar á eftir 2 seríur þar alveg þetta. Já, ég á það inni líka. Rosalegt. Það fyrir mest í töðunar að kótt gráður, erstu en þá? Já, ég er alltaf að grípa mig að vera gráður. Ég er að telja makrós núna. Telja makrós? Já, svona, þú veist hvað það er, Eir veit hvað það er. Já, hvað er það? Bara að telja grömm og kall. Já, okay. Ég er að hugsa hvernig erindar er grætt túborg inn í maður fitnessbæl, ekki smurning, sko. En svona ég er að hugsa hvernig það fer í legst í fórhandi. Já, ok. En grættu gráður í cash eða mat? Gráður í cash og mat og stemningu og allt einhvern veginn. Ég vil fá mikið af öllu og vil fá hratt.
Þú veist, ef ég í makrós þá vil ég bara vera fá geðveikt mikið af einhverjum makrós og vikta alveg oft og einhvern veginn bara... Ertu típan, all in en snöggur að fara allir út aftur? Tekur þér eitthvað Já, ég get svo staðfist að Dóri er ósammála sjálfum sér eftir hádegi Já, ég svona gaur, ég bara allt sem ég snerti bara svo að fara í heita pott ég bara í smá stund og svo er ég farin eitthvað annað Ég bara og ég alltaf að gleyma því hvernig ég er og hver ég var líka bara, ég held ég að veit sem að skrifa grein Íslanda að það gangi í ESB eða eitthvað Ég er alltaf að finna eitthvað, fannst mér þetta Það var ekki sammála sjálfur lengur í dag kannski Nei, og ekki eftir 1 ár heldur, skilur ég bara, og ég dýrka það ég dýrka það ránt fyrir mér, ég hef alltaf ránt fyrir mér Já, ég held að maður eigi heldur ekkert að vera sammála sjálfum sér eftir ár Nei, en það er líka sko, það sem ég verið virðingu fyrir með Dóra, þú ert dugleg, þú bara varst að skrifa geggjaða bók, hérna, hvað 2 ár síðan? 2 ár síðan, ég er að skrifa nýja núna Geggjuð bók Já, og svo ert komið með þinn eigin stað, mikið reyfur, þú ert í sjónvarpi og ert að skrifa leikrit Bannað að segja þetta allir upp átt, sko Já, ég þarf að fóra það aðeins, því að viðtalið byrjaði, þú verður bara að skýta á Viðtalið byrjaði, svona, kemur kúkalabbinn sem þóttist vera smiður en er ömurlegur Hvernig er næsta bók? Næsta bók ég svona, með dreymur að koma út fyrir næstu jólun, sjáum til En hvað finnst þið skemmtilegast að þessu öllu, svona í lokin? Mér finnst skemmtilegast að flakka á milli Flakka á milli? Já, og geta bara einhvern veginn lagt frá mér eitthvað alvarlega bók og farið og gert eitthvað leikið ofurstand, skilur og svona, mér finnst það bara feeling blessed á að fá að gera alls konar Hvernig, nú ertu búin að opna hérna þinn eigin rekstur í COVID en ég veit bara, þú hefur sagt, þú veist, það er alltaf brjálega að gera það er fólk sem mætir þarna Er þetta ekkert vesen? En þú veist, að vera með rekstur í COVID þetta kemur eitthvað þríeikið sem er lið sem ég legg til að bara þegar þetta er búið þá bara komið fréttum, bara þríeikið hefur verið flutt til, þú veist, hérna ákveða eyju eða bara útlanda, þau búi ekki lengur á Íslandi, þau eru aldrei að sjá það ég elska það fólk, en þetta er bara þetta er búið að vera too much, sko og eftir að þau mæti eitthvað, munið líka þegar allir leiðtogar landsins mætti fílu í hörpuna, hann er eftir í páska það er bara umulegt, en bara verður bara að gera þetta og þú veist, það kom enginn á, þá sá maður ekki neitt í Reykjavík í svona 2 daga, þú veist hvað er allir leiðtogarnir, hver kemur bara ok, kragar, það verður umulegt en ég er búin að bókalega þessu öll og það verður bara partí 18. júní no matter what eitthvað svona, skilur við, bara á þetta Já, það vantar, þú veist, það er enginn að segja manni, það er enginn von, það er aldrei neinn von nema náttúrulega að var að koma rosalega bólusetninga frétt á hann, sko Já, við erum búin miklu stuði þetta með Pfizer Já, Pfizer, það var að koma bara Ísland verður bara bólusett bara í júní, bara allir sem eitt, sko En býta, var þetta ekki kom ekki óslega mikið þessu júli líka Jú, afgangur eitthvað rest í júli Mæ, júni, júli Það kemur mest í júli, sko Ég las það frétt Þetta er búið í ágúst, alveg staðfest En í lokin, hver er á sunnudaginn í skítamixi? Kristín Pétursdóttir, áhrifaldur Kristín Pétursdóttir, áhrifaldur Þá fyrst er ég hættur að, sko Ertu að skítmixa mikið þar? Ég ger ekki, ég snerti því, sko Hvað varst að gera hér? Hún var bara, hún var með einhverjum fókelda íbúð og var bara, heyrðu, það þarf Ég bara, já, það þarf Heyrðu, hvað segir, ef ekki fá okkur kaffi? Já, þú bara gerir búið Já, það, ég bara snögg beilaði, sko Tekja því á sunnudaginn á Stöð 2 Dóri Ríkilega gaman að fá þig Takk fyrir mig Gangið vel og tekkið á, sko, verður ekki að plugga ykkur fyrir í kvöld Mikið refur, er ekki opið? Það er opið og alltaf stemning Það er, helt ég 9-5 Blu í samstarfi við Túborg og Keiluhöllina Mikið rétt, það er Túborg og Keiluhöllin sem færaðar F9-5 Blu og já, time flies drengi, klukkan er eða bara orðin 6 Það er rosalega, við þakkum Dóra kjallaði fyrir komuna Já, Dóri er alltaf skemmtilegur og vinnum á þáttina á sunnudaginn skítamix eins og ég sagði áðan, ég horfði á þáttin í gær með MC Gauta og mér finnst þetta mjög skemmtilegt það er ég leitt bara á Þetta er mjög skemmtilegt Já, þetta er geggja Sjáu herrið, það er komið sól á þróttunarmerki Það er rosalega Það er að rigning þegar við byrjum Já, það er að segja komið eitthvað svona smá fílingur í sóla Já, Egill fyrirlið, hvernig er helginni á þér? Ég er bara Það er ekkert að frétta Ekkert plan? Því miður, þetta er helviti Síðust helgi fór ég eitthvað út og út fyrir höfbókarsvæðið Núna bara Við ætlum að horfa náttúrulega á Ben Askren Já, ég er mjög spennt fyrir þeim barndagum Já, við verðum að tjekka á því Klukkan hvað er hann? Hann er klukkan 2 held ég Hann er líka stórt UFC á sama tíma Er þessi Ég held þetta sé klukkan 2 Og hvað horfum við á þetta? Er þetta sínt eitthvað? Nei, þetta var pay-per-view maður að kaupa það bara Já, ok, kaupa á netinu bara En Steindi, hvernig er helginni þér? Herru, hún er náttúrulega bara frekar Ég er sammála agli, hún er svona frekar róleg Það er ekkert svona, þannig sé plan Þetta er bara eitthvað svona, jú, þú veist, ég held að konan sín búin að plana hitt og þetta, eitthvað með einn svona Ég er að stúsa styrkla helling helgina
Hvað er að stúsast? Það er að fara í bæinn á morgun kannski, og fara eitthvað og kaupa eitthvað og svona svona eitthvað sem ég finnst ekki gaman. Nei. Alveg agalegt bara með þess. Bara svona kósi helgi. Já, bara þú veist, ég vil ekki fara í svona neitt sko. Ég fer ekki inn í svona stóra byggingar með fullt af búðum og ég geti þetta ekki sko. Ég er að fá landakauðs heim til mínu eftir, þannig að það er alltaf vesen. Hvað erum við að gera félagarnir? Við viljum að spila bara. Já, það er rosalegt. Ég var að kynast nýju spilið, það er nú ekki gott á partískellur en Partners, það er helviti skemmtilegt spil. Sótaðan daginn, það var fínt. Já, Partners og svo Codenames er ógæslega skemmtilegt. Er þið spilað það? Nei, ég spila hvort. Spilum shoutout, það er ógæslega skemmtilegt. En heldur að Kös kom með jello skott til þín? Nei, ég ætla að vona ekki, ég var til í svona rólegt bara eitthvað. Infused? Kannski eitthvað. Gummibangsa? Nei, en byrja, hvað, eru þið þá mökkar? Varstu mökkar ekki að spila það? Nei, ég er náttúrulega bara, nei, alls ekki, bara fullur maður. Tek bara nokkuð jello skott og tek bara kassan. Ef maður tekur jello skott, finnur áður eftir það? Jello skott? Já. Mér sveið innvortis. Því ég hef aldrei tekið jello skott. Ég held að þetta væri bara fyrir úlinga í spring break eða eitthvað sko. Ég held að við séum ég held að við í Rauðun og Klökun séum einu mennindi bara á landinu sem er að vinna með jello skott. Ég hef ekki séð þetta nýstan í mörg ár. En þú veist, þetta er bara Kös. Ég vil ekki tengja mig við þetta. Þú ert að drekka þetta. Það er komið að lokum hér hjá okkur í dag og við verðum mættir hér að sjálfsögðu næsta föstudag. Þá kemur Jökull úr Kaleo í spjaldtil okkar. Það verður rosalegt. Já, við lofum veislu næsta föstudag. Takk fyrir hlustunina í dag og eigi góða helgi, kæru hlustendur. Við endum þetta á Secret. Það er eitthvað sem að Steindó mjög erfitt með að halda. Secret. Já, því miður. He's a fucking snitch.